Komið sæl á þessum síðasta degi ársins og velkomin í okkar árlegu kryddsíldar veislu. Salurinn prúðbúinn eins og gestir okkar allir enda við hæfi því þessi dagur jú lokahnykkurinn á árinu 2024. Nú, framundan eins og alltaf líflegar umræður með forystumönnum stjórnmálaflokkana sem Erla Björg og Kolbeinn Tumi stjórna. En sé litið öxl hefur árið sem sennar liðið verið margt sérstakt. Mörgu var hægt að fagna, en svo var þetta á margan hátt ár átaka og einnig ár breytinga. Við fengum nýjan biskup, nýjan forseta og nýja ríkisstjórn. Og svo þegar líður á kryddsíldina þá kynnum við val fréttastofu á manni ársins og húsbandið okkar góða sér að flytja okkur ljúfa tóna. En nú skulum við skipta yfir í líflegar umræður á háborðinu til Erlu Bjargar og Kolbeins Tuma. Já, komið sæl, árbreytinga aldeilis telma. En sumt breytist ekki og það að þjónarnir okkar, Jóhann og Kristín, þau standa vaktina eins og alltaf og hugsa vel okkur. Við erum með dásamlega gesti, við erum með okkar dásamlega húsband. En hér við borðið eru svo sem engin nýgræðingar, hér hafa allir mætt áður, en nú eru bara allir í breyttum hlutverkum, já allir nema þú Sigmundur Davíð, þú ert hérna. Ég held við vörnina. Já, en allir í breyttum hlutverkum, glæný ríkisstjórn, glæný stjórnarandstaða, til hamingju, ný ríkisstjórn, til hamingju með að hafa myndað þessa stjórn, þið eru búin að vera eins og sólin, þið geislið, af gleði hefur maður séð síðustu vikur. Það spurning hversu og hvort það endist út kjörtímabilið. Það verður spennandi. En svo ein breyting, Tumi. Það eru færri sem sitja hérna við borðið. Já, venjulega reynda væri Katrín Jakobsdóttir ekki mætt. Hún alltaf að hanga upp í RÚV að taka stefnuræðuna sína. En Kristún gerði það bara í gær, skils mér. Já, skipulögð. Þannig að áramóta ræðan. Strax breytingar. Við fögnum þessu, en sendum henni, hún hefur verið fastagestur hérna í annan áratug, sendum henni hlýjar kveðjur og ég held við öll, Sigmundur, við sendum öll Pírötum líka hlýjar kveðjur, þrátt að þeir séu ekki hérna í dag. Sigmundur, þú voru að taka undir. Já. Pírötum og hvað, já, sósíalistum. Já, svo náttúrulega fleiri flokka sig enn eftir að komast hingað. Já. En gaman að sjá okkur og hérna, okkur langar náttúrulega, þetta pólitísku þáttur, þið eru búin að kynna stefnu yfirlýsingu, ríkisstjórnin og það strax komið viðbrögð, Bjarni, þið voru með viðbrögð strax og það var bara, þetta þunn súpa, svo þetta mætti Guðrún Hafsteinsdóttir og sagði að það væri bara búið að copy-pasta hérna ykkar stjórnarsáttmála með Framsókn og VG. Já, ég held við höfum verið að segja sama hlutin með ólíkum hætti, sko. Hvað stingur í augun? Hvað er svona verst? Það náttúrulega ekkert í þessu. Það þess sem ég segi þetta sé þunn súpa. Þetta eins og að borða súpu með gafli. Að reyna að finna eitthvað í þessu. En ég held að Guðrún hafi átt við það að það væri þá greinilega þannig að víða ætti litlu að breyta og hérna þýddi þá það að það væri vísbending að það hefði ekki verið ástæða til að breyta mörgu. En þetta nú bara svona, maður beðinn að hafa skoðun á hlutum og þá bara segir maður það sem við manni blasir. En þau skera henni ráðuneyti og þau treysta á ykkar. Já, og ráða nýja ráðherra leið. Sko, þú sparar ekki mikið með að losa yfir ráðherra að þú ætlir síðan að taka annan af göttin og setja hann inn, sko, þú þarft að borga honum laun. Einmitt. Kristján. Einmitt. Er þetta svona þunn súpa? Ég veit eiginlega ekki hvað ég að segja. Ég meina eðlilega, Bjarni komin í stjórnarlandsstöðu. Það væri nú skrítið ef hann myndi taka undir það sem þarna. En það þetta svolítið mótsagnakennt að tala annars vegar að það sé ekkert nýtt í þessu og eins vegar þetta sé þunn súpa. Það eru augljóslega þættir þarna sem að sýna að það verða breytingar á þessu kjörtímabili. Ég meina það verið að taka á stórum málum þarna, það verið að taka á ákveðnu uppbyggingaþörf í innviðum og heilbrigðismálum, það verið að taka á auðlindamálum. Það verið að taka á þáttum sem hefur verið viðkvæmni fyrir í íslenskri pólitík hingað til og ég bara býst fastlega við að það verði tekist á það í þinginu. Þannig að þetta nú ekki þynnri súpa en það að það verða skiptar skoðanir á því. En auðvitað þannig að það er ekki allt ómögulegt í íslensku samfélagi. Guð mig góður, það er ekki þannig. Það hins vegar þannig og mér finnst mjög mikilvægt að hafa það í huga. Ég skil alveg að eins og ég segi, það eru skiptar skoðanir, það verða skiptar skoðanir. En það tiltölulega stutt síðan það var kosið hérna og þjóðin kaus breytingar.
Það liggur alveg fyrir. Það kom bara skýrt upp úr kossunum hvað það sem að þjóðin vildi sjá. Við sáum núna hrein stjórnarskipti og þetta ekki oft í sögunni sem við sjáum slíkar breytingar. Og við fundum bara til mikillar ábyrgðar í þessum stjórnarmyndunarviðræðum að svara því kalli. Þannig að við ætlum bara að standa undir því. En ég hlakka bara til að taka þessu umræðu við Bjarna og fleiri í stjórnarandstöðunni í þinginu og það verður örugglega bara gott aðhald og við höfum gott að því. En þú nefnir einmitt breytingar, það var skýrt ákall það og jú, það eru almennar breytingar boðaðar þarna, þótt að sé ekki farið niður í smáatriði. En fólk hefur áhyggjur af því hvernig þið ætla að fjármagna þessar breytingar. Það var ekki farið í þær skattahækkanir sem að þú svona ræddir í kosningabaráttunni. Eru þið með eitthvað leynivopnarna sem þið viljið deila með okkur? Það allt upp á borðum og það verður ekki þannig hjá þessari ríkisstjórn að það verður reynt að koma aftan af fólki. Alls ekki. Ég myndi segja þessi bara fyrir eitthvað skýrt í þessum stjórnarsáttmála að það full meðvitund það á fyrsta árinu. Þá þarf að fara varlega í að breyta kannski stóru línunum í fjárlagarammanum. Það bara einfaldlega þannig. Við ráðum kannski ekki alveg við það að vera kosin inn á þessum hluta ársins, en að sama skapi erum við mjög meðvituð það að vaxtalækkunarferli þarf að eiga sér stað og við þurfum að ýta undir þann farveg. Það eru hins vegar áherslubreytingar sem hægt að fara strax í og við höfum til dæmis talað bráðaaðgerðir í húsnæðismálum sem eru svona ákveðnar skipulagsbreytingar sem þarf að fara í. Þetta þarf ekki allt að kosta svona mikla peninga. Það pólitískur áherslumunur sem snýst ekki bara peninga. Það voru ákveðnar breytingar sem við hefum kannski viljað sjá þarna inn ef ég hefði verið með 51% fylgi. En það ekki þannig. Og maður þarf að bera virðingu fyrir pólitískri og lýðræðislegri niðurstöðu. Við hins vegar erum að tala þarna hagræðingu í ríkisrekstri og erum að fara strax núna á nýju ári með bara nýtt verkefnastað til þess að reyna að ná betri hagræðingu í rekstrinum og þetta hlýtur að vera bara eitthvað sem að Bjarni fagnar. Við ætlum líka að fara í það vegferð að draga úr ívilnunum í skattkerfinu og síðan erum við að tala almenn auðlindagjöld og það eitthvað sem að síðasta ríkisstjórn treystir sér ekki til að fara í en mikill vilji meðal þjóðarinnar. Sigurður Ingi, það kannski, hún að tala málamiðlanir, það eitthvað sem þekkir síðustu 7 árum. Mér minnir að þín viðbrögð við þessari stefnuyfirlýsingu hafi verið að þú kannaðist svona við hana, þetta var eitthvað sem þú hefðir alveg getað verið með í? Já, þetta var nú svona meira og minna almennt orðað og þegar við gerðum stjórnarsáttmálann bæði 17 og 21 þá var síðan lagst yfir það og tekin út einhver 190-200 verkefni sem voru bara listu niður á ráðuneytin. Ég var að reyna að vera skapandi í hugsun og lesa stjórnarsáttmálann og það engin verkefni nákvæmlega, það bara eftir. Þess vegna sagði ég strax, ég ekki bara leyfa þeim að fara af stað og vinna og sjá hvað þau ætla að gera og svo kemur gagnrýni þannig. Ég heyri til dæmis að Kristrún segir, hún er búin að henda sleggjunni sem hún ætlaði að taka niður vextina, hún er búin að átta sig á því að vextirnir eru farnir niður og þeir eru bara á góðri leið, það þarf engar sleggjur og forsætisráðherrann mun ekki geta stjórnað því hvort að verðbólgan hverfur með einni sleggju eða ekki Það eru aðrir þættir sem þarf til og þau eru að byrja að stilla sig upp við það að gagnrýnin sem að þau náðu fram á síðustu misserum og þar að leiðandi árangri í kosningunum að það þyrfti breytingar, að það væri allt að á Íslandi, að nú ekki lengur allt að á Íslandi og ég bara sammála því, það margt frábært á Íslandi. Auðvitað verður þessi þáttur og þessir dagar núna litaðir af því að það ekki nema mánuður síðan að voru kosningar og mennur geta verið fljótir að æsast upp yfir því, en ef við bara lyftum okkur aðeins upp, að þá frábært að búa á Íslandi. Tækifærin á Íslandi eru frábær, framundan eru geggjaðir tímar, þar sem að þessi ríkisstjórn sem að taka við, fær í arf, að það búið að gera samninga til 4 ára við nánast alla á vinnumarkaði. Það var það sem að mér fannst mikilvægast þegar við gerðum ríkisstjórnina 2017 að ná þessum lífskjarasamningum og það að við náðum þeim aftur á þessu ári. Sama ríkisstjórn held ég að verði svona þegar upp verður staðið, þegar menn líta í baksýnisspegilinn sagt að þetta hafi tekist vel. Að þessi tegund af ríkisstjórn hafi gert það að verkum að það hafi náðst að gera langtíma kjarasamninga tvisvar sem grundvöllur að lífskjörum í landinu. Talandi arf, Þorgerður, komið að góðu búi. Fer vel ykkur í
í búinu sem þið tóku við það? Já, við megum náttúrulega ekki gleyma því að því það er stutt síðan að kosningar voru að fólki, ekki bara við sem erum hér við borðið, heldur fólki sem að við allavega í Viðreisn vorum að hitta, hvað sem að var í Kringlunni, heim í Firði eða fyrir norðan eða austan. Fólki var að tala um vextina og það er á ástæðu að það var að gera það. Við vorum með hér 9% vexti í meira en ár, 9,25% vexti í meira en ár. Við vorum með stríðsvexti eins og Úkraína og Rússland og mun lengur heldur en allar aðra þjóðir sem við viljum alla jafna bera okkur sama við. Það er sama með verðbólguna. Þú veist, meðan allir Danir, Svíar, Norðmenn að jafna einhverjar 20 mánuði að ná svona jafnvægi á ríkissjóði, að þá var þessi fráfarandi ríkisstjórn að skila halla á ríkissjóði alveg til ársins að minnstakosti 28. Það er náttúrulega ekki boðlegt. Þannig að það er verk að vinna fyrir þessa ríkisstjórn en er allt handónýtt síður en svo. En það er alveg ljóst og að við ætlum og sendum strax þessi skilaboð að við ætlum til að mynda til alltaf að hafa inngöng í gangi í samfélaginu. Við ætlum alltaf að demba okkur í það, negla okkur eins og Inga segist þetta, við ætlum bara að keyra á til dæmis Sundabrautina sem er mjög þjóðhagslega hagkvæm og mikilvæg og gera það í samvinnu við einkaaðila hvort sem það eru lífeyrissjóðir eða annað. Þannig að það er ýmislegt sem hægt er að gera og ekki síst þegar ríkisstjórnin er samhent og mér finnst það skipta máli og það skipti mig verulegu máli því ég settist niður með stelpunum að finna það að það var einhugur varðandi efnahagsmálin. Við rifumst, við tókumst á ákveðin mál, hvað sem eru skattamálin eða önnur mál, en við náðum góðri lendingu. Náður að kæfa niður skattahækkanir? Nei, við förum bara einfallega aðra leiðir. Þú veist, við ætlum að fara í auðlindagjöld, það er samstæðið það, ekki bara í sjávarútvegi, heldur á aðrar greinar líka og ég held að það sé komið tími til að svo sé gert. Við ætlum að fara í auðlindaákvæði í stjórnarskrá, við höfum eftir að sjá hvað strákarnir gerir í því. En það sem ég vildi segja í þessu öllu er að mér finnst það sem utanríkisráðherra núna nýorðin að mér fannst það dýrmætt að finna hjá þeim að þær skynjuðu hvað skipti máli núna á þessum umbrota tímum á erlendri grundu, á alþjóðavettvangi og það er sísta batna ástandið að það er algjör einhugur öryggis- og varnarmál og ég held að það skipti máli sem skilaboð bæri hér innanlands að við ætlum að taka á til að mynda skipulagðri brotastarfsemi með alls konar máli sem varðar öryggi landsins og borgarana en ekki síður út af við og það skipti máli þess vegna að við til að mynda fara í það að móta strax varnar og öryggisstefnu. Sigmundur Davíð, þú er svona akkerið í stjórnarandstöðunni. Ég læt það nú vera, sko. Ég líka, sko. Þér fannst kannski ekki mjög mikið til koma hjá síðustu ríkisstjórn og nú er komin, einhver myndi segja allt öðruvísi ríkisstjórn. Þér lítur þá að líta ansi vel að þessu, eða hvað? Já, kerfisstjórn tók við af annarri. En ég vil nú samt náttúrulega tækifæri. Við erum búin að hittast frá því að þú fórst í Valkyrjuhópinn, óska ykkur til hamingju. Hamingju með að vera komin í ríkisstjórn. Takk fyrir það. Inga, Þorgerður og Kristrún. Og það er auðvitað afrekið sjálfu sér og ég óskaði góð skengis í öllum góðum málum. Ég veit nú ekki samt, miðað við stjórnarsáttmálann eða hvað kallaðu þetta, stefnu yfirlýsingu, hvort að það sé búið að fá öll mál á hreint, því að hann bar þess merki að þær hefðu bara viljað koma á ríkisstjórn, komast í stjórn og svo leysum við þetta einhvern veginn þegar við erum komin inn. Aðalatrið að komast í ríkisstjórn og það nú verið svolítið vandamál í íslenskum stjórnmálum að það er í rauninni aðalmarkmið að komast í ríkisstjórn, ekki hvað maður gerir í ríkisstjórn en að komast inn. En hefðu þú ekki verið til í þessa ríkisstjórn eða hefði verið boðið? Já, þessa, með þeim þremur. Já, ég hefði getað haft góð áhrif á þeir. Hefði elskað. Já, og ég meina þið getið boðað mér inn eða... Já, það er aldrei að vita. Já, það er aldrei að vita. Alltaf gott að vinna með þér. Já. En, mörg góð markmið hjá þeim og ég efast reyndar ég ætla að spá því núna. Ég held að Sundabraut verði ekki komin af stað þegar þessi ríkisstjórn fer frá. En hún mun örugglega ná einhverjum árangri á einhverjum sviðum. En ég held að stærsta árangrinum hafi þegar verið náð. Eins og kom fram hérna áðan. Og ég bara skil ekki hvernig þetta var hægt og fullu lotningar
að Kristrún hafi tekist að fá Ríkisútvarpið til að taka upp áramótaávarpið daginn áður. Þetta lofa góðu. Það eru forsætisráðherrar búin að reyna þetta áratugum saman. Segðu, þetta er liðið. Já, þeir náðu nýja RÚV allavega. En Inga, talandi þessa stefnu yfirlýsingu, það eru til klippur af þér úr kosningabaráttunni þar sem að þú ert mjög hörð á því að þú íhugur ekki ríkisstjórnarsamstarf nema að fara upp í 450.000 króna bætur. Þetta er ekki leiðin sem þið farið þótt að það sé vissulega gerðar breytingar þarna. Það hefur farið illa fyrir flokkum sem eru með mjög hrein og tær loforð, farið ríkisstjórn og svíkja þau. Ertu ekki með áhyggjur að missa fylgi? Nei, veistu að ég bara hef engar áhyggjur af því vegna þess að einhverja hluta vegna þá var það ekki einu sinni í mínu viltustu draumum að við fengjum 51%. Ef að við hefðum fengið 51% þá væri ég núna búin að afnema undan þá reglu lífeyrissjóðanna og skattlagningu og þeir væri að greiða sína staðgreiðslu eins og allir aðrir á Íslandi og við varum að taka 90 milljarða inn á hverju einasta ári, ekki sem einskipti heldur alltaf. Við værum komið með 450.000 krónur skatt og skerðingarlaust. Ég get ekki verið að koma með einhverja stefnu yfirlýsingar fyrir aðra flokka en Flokk fólksins er það. Þetta er okkar hreinasta trú. Við vitum það að kjaragliðnun hefur vaxið svo gífurlega frá síðasta efnahagshruni að það munar ríflega 100.000 krónur á mánuði á greiðslum almannatrygginga miðað við hvernig það hefði verið ef það hefði fengið að fylgja launaþróun. En hins vegar það sem stendur upp úr af öllu því sem á undan er gengið hvað ég hef verið lánsöm og við í Flokki fólksins hafa fengið að taka þátt í því að vera með þessum frábæru konum sem eru allar og allar báðar með hjarta og skýra gulli, taka heilsugar undir það, við verðum að taka risastór skref og við munum byrja á því að hífa þá sem að lægstar hafa tekjurnar verulega upp og umfram í rauninni launaþróun og vísitöluþróun. Það langar maður að spyrja þig einu Inga, bara fyrir hönd þjóðarinnar, ertu þá hér með búin að sigra Sigurjón Digra? Ég myndi halda það að hann væri freka flatur, já. Já. Ég halda það. Hann lægir þetta freka flatur. Ekki Sigurmund, heldur Sigurjón. Ég hef aldrei heyrt stjórnmálamann eða stjórnmálaflokk halda því fram að það er fyrir kosningar. Það er fyrst að ná 51% fylgi til að standa við loforðið sínu. Enda sagði ég það ekki neitt, það lá bara hlutanir segja. Það er eftir á. Já, það er önnur saga. Þetta er alveg ný skilgreining á hugtökum og kosningalofar enda líka erum við ríkisstjórnin ekki í því, því við erum svo góða stefnuyfirlýsing og ef maður fær ekki 51% þá þarf maður ekki að standa við neitt. Ég held að þetta sé bara viðurkenning á því að það er flókið að vera í fjölflokkaríkisstjórn og það þekkja aðrir hérna við borðið. Það vissum við allir. Og það er meðvitund það að þetta var flókið undir sumum kringumstæðum. En svo er ég ósammála Sigmundi Sundabrautina af því að það var nú eitt af svona skýrum kosninga eða í hérna stefnumörkuninni að það er nú einfallega þannig að það er bara að fara að gerast. Alveg nema þessi ríkisstjórn eyðileggja það. Það var að fara að gerast 2006. Vegna þess að það er það sem gerist næst er að bara núna á næstu mánuðum þá klárast umhverfismatið og þá þarf að taka ákvörðun hvort það eru göng eða brú. Það gerist síðasta lagi apríl nema þessi ríkisstjórn fara að draga lappirnar. Ég vissum að þú hefði viljað gera bæði að þú ert svo duglegur í þessu. Og svo tekur það 2 ár, svo tekur það einhver tæp 2 ár að vera í útboðið, þannig að útboðið ætti að fara af stað 27.8 en hvort að skóflustungan sem verði á þessu kjörtímabili þessar. Þú klikkar að því að taka fyrstu skóflustunguna. Ég get orðið sammála, við gerum það bara saman. Talaði og talaði og malaði og malaði. 27.8. Var það ekki þeir voru að bíða eftir, sko, þeir voru að bíða eftir þessu. En mér heyrist hérna Telma kollegi okkar vera að undirbúa mann ársins sína bak við tjöldin. Hún er búin að vera stanslaust í skallinu. Að það heyrist í henni. Við heyrum vel í því. Þannig að við getum haldið áfram umræðum. Þannig að hún getur haldið áfram að sig bara kannski slekkur á hljóðnemannum. Já, þeir hljóta að heyri okkur. Já, þetta er allt flott. Herðu, við ætlum í önnum mál. Kristrún. Verði það góðu? Nei, ekki láta mig stoppa þér. Veit ég var skömmuð svo mikið fyrir árið síðan að borða svo mikið í kristildinni og ég borði ekki það til mín. Ég er bara Þetta er ríkisstjórn sem borðar, sko. Já, það er mjög gott. Býðið bara án til Marta Smarta mætir á svæði. Mjög marga langar að vita. Þingflokksformaður Samfylkingar. Já. Ertu búin að ákveða þig? Ég er búin að ákveða mig en þá eftir að kjósa þetta á þingflokksfundi í Samfylkingunni og við höfum þann vanan á að við ræðum við okkar þingflokka þegar kemur á svona hlutum þannig að það er alveg búið að ganga frá þessu en
svo þarf að manna stjórnina og það verður bara flottur einstaklingur þarna. En við erum að deila þessum samstarfskenningum sem að Andrés Jónsson er með þessa kenningu og kemur í framhaldi af Guðana bænum, hann er ekki góður í þessu. Takk ykkar. Að Degi B. Eggertssyni hafi verið svona nánast lofuð þessi staða í aðdraganda kosninga og nú eftir allar þessar útstrikanir þá sé möguleika breytinga því að þingflokksformaður er yfirleitt reynslumikil þingmaður og það eru ekki mjög margir reynslumiklir þingmenn hjá Samfylkingu sem er ekki nú þegar orðnir ráðherrar. Já, ég meina það er alveg rétt hjá þér og það er bara kosturinn og gallinn við endurnýjun að það koma nýjir einstaklingar inn en það er fullt á hæfu fólki sem getur gegnt þessari stöðu í Samfylkingunni og þetta er auðvitað bara eitthvað sem að fólk lærir og það er mikið að klára fólki sem getur lært þetta hratt. En eins og ég segi, þetta er ekkert eitthvað risa leyndarmál, þetta er bara praktískt atriði. Við eigum eftir að halda þingflokksfund, það hefur mikið gengið á núna. Ég meina, við vorum í kosningabaráttu sem kom mjög hratt inn og síðan fórum við í, myndi ég segja, stífar samningaviðræður upp á því marki að við fundum bara mjög þétt og örugglega. Síðan erum við komnar inn í ráðuneytin á Þorláksmessu. Það hefur bara ekki gefst tími til þess að ræða. Ég er ekki eins og búin að ná að ræða við allan þingflokki minn og þau geta kannski fengið að heyra það hérna. Ég ætla að klára þau samtöl núna í lok vikuna. Þannig að fólk verður bara aðeins að anda og gefa þessu tíma en það verður bara flottur einstaklingur sem verður þarna í forystu. En við höfum haft þann vanin á að þetta er rætt á þingflokksfundi Samfylkingar. Þingflokkurinn kýs þetta og ég vil bara vera það ferli og fólk þarf ekkert að lesa meira í það en það sem þetta er, sko. En óháð hvert þitt val er, þá munið þitt dagur bara fara saman inn í nýtt ár með hækkandi sól og búið að stróka yfir allt? Auðvitað gerum við það. Ég meina ekki spurning og ég meina hann kemur bara með mjög mikilvæg og dýrmæta reynslu þarna inn og hefur lagt sig allan fram við að styðja við þetta verkefni. Þetta er líka ný vegferð fyrir hann. Hann kemur reynslu úr borgarmálunum en það er öðruvísi að vera á sveitarstjórnarstigi. Það er fullt af fólki sem kemur inn á sveitarstjórnarstigi og upplifir ákveðnar nýjungar í þinginu. Þannig að ég hlakka bara til að sjá hvað hann gerir og líka bara fleira frábæru fólki í þinginu hjá okkur. Sigurður Ingi, þetta voru erfiðar kosningar fyrir Framsóknarflokkinn, erfið kosningaúrslit. Í borginni er líka fylgið að hríðfalla niður, það er ekki sjón að sjá eftir miðað við úrslitin. Er staða flokksins veik? Íhuga þína stöðu sem formaður? Hún er náttúrulega, staða flokksins eru augljóslega veikari heldur en eftir glæstan kosningarsigur 21 og svo aftur 22 í sveitarstjórnarkosningum þar sem við erum bara með mjög mikið öflugu fólki hringinn í kringu landið þannig að hún er veikari hvað það varðar að það hafi ekki náð inn þingmönnum hérna á höfuðborgarsvæðinu en eftir sem áður þá erum við gríðarlega sterk á sveitarstjórnarstiginu og erum núna, það er 1,5 ár í þær kosningar þannig að nú er bara brett upp ermar og ég er bara að fara að leggja af stað hringinn þegar að nýtt ár hefst og hitta grasrótina og sveitarstjórnarfólkið og bara undirbúa okkur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 26. Ég gefur mér að nýja stjórnin sitji allavega þangað til að verði ekki kosningar til þings fyrr en hver veit, það þarf alltaf að vera undirbúin, við erum í pólitík. En það er verk að vinna segiru og maður sá það, landsmenn sá það í beinni útsendingu þegar þú komst inn á þing undir morgun. Maður veit ekki alveg hvort það þyrmdi yfir þig eða hvort það hefur orðið glaður. Varstu kannski bara farin að íhuga rólegt líf í sveitinni? Já, kona mín sagði allan við mig þegar að þeim tókst nú að mynda stjórnina svona nokkuð snemma að núna geti ég tekið þátt í hvað heitir þetta, styttingu vinnuvikunar sem ég hef alveg farið fram hjá mér nema sem vandamál ríkisfjármála. Þannig að já, það er allavega eitt af verkefnunum frá en það er auðvitað umtalsvert verkefni að vera þingmaður og það er umtalsvert verkefni að vera formaður í flokki. Og verkavinna þar. Og verkavinna, já, en bara spennandi og við erum, þrátt fyrir að kosningarnar hafa verið vonbrigði þá erum við bara gríðarlega stolt af þeim árangri sem við höfum náð á síðastliðnum 10-11 árum verandi meira og minna í ríkisstjórn og þeirri stöðu sem Íslands samfélag er í. Við erum bara nokkuð kokkraust og þorum alveg að hitta fólk. Og í kosningunum var það einfallega þannig að fólk sagði bara við okkur nei, þið hafi bara staðið ykkur ágætlega og sumt hafi bara gert mjög vel en nei, við ætlum bara að kjósa eitthvað annað fólk. Og það er svolítið bara einhvern veginn stemningin sem
er ekki bara á Íslandi, sko. Þetta við sáum, það er tótal upplausn í Frakklandi og Þýskalandi. Á Norðurlöndunum eru mismunandi stjórnarform og þau eru öll að tapa svona 30-40% fylgi núna í skoðanakönnunum. Já, fólk veit Þannig að það er einhver undirliggjandi pirringur í okkar heimi og kannski víðar miðað við ófriðinn sem allstaðar Fólk vildi sannarlega breytingar og Sigmundur, þú bauðst nú upp á breytingar í kosningabaráttunni. Fólk tók vel í það til að byrja með. Þið flugu hátt upp í könnunum, en svo eitthvað fór það niður aftur og útkoma var ekki alveg eins og björtustu svona væntingar voru. Nei, ekki svo björtustu. Það er mjög góð. Við fjórfölduðum þingmannafjöldan okkar og náðum mesta fylgi. Nú ertu komin með stóran þingflokk, þannig að þú kemst örugglega í atkvæðagreiðslu núna? Já. Þetta var nú meira, það er í kosningabaráttu. Það kemur einhver svona rugl, sko. Það allt í einu boðið til kosninga og maður þarf að fara og hitta fólki og taka þátt í kosningabaráttu. Svo voru 3 atkvæðagreiðslur í gróðandráttum sem fóru eiginlega allar fram á sama tíma og ég var í kosningabaráttu á þeim tíma og þingflokksformaðurinn fór í það fyrir okkur. Nei, þá er það því stilt upp eins og maður hafi bara ekki verið þarna á stáð. Nei, það var mikið að vera, en nú ertu komin með góðan hóp, 8 þingmenn. Já, og fólk eins og þú nefnir í henni ýmsu verkefni sem þarf að sinna. Þetta er búið að vera dálítil törn hjá 2 þingmönnum í næstum því heilt kjörtímabil að sinna öllum hlutverkum og það þarf stundum einhvað að víkja en ég held að það gengi bara ljómandi vel, engu að síður, þannig að þú getur rétt ímyndaðir hvað 8 manns geta gert með þessum 2 gerðu. Þannig að ég hlakka mjög til framhaldsins. Þannig að Sigmundur er raun og verið að segja að hann þurfi ekkert að vera. Hann sé komið 7 aðra til þess að sinna því sem Bergþór sinnti. Það þarf aðeins að stilla af rökhyggjuna í Framsóknarflokknum. Ég kalla þetta með þessa 2, ég kalla það nú bara karma, sko. Hann bara uppskar nákvæmlega eins og hann sáði, blessaði Sigmundur. Ég veit ekki betur en hefði hjólað í flokk fólksins og við þurftum að reka helmingina þingflokknum og sátum eftir 2, ég og Guðmundur Ingi, í nákvæmlega þetta tæft heilt kjörtímabil. Þannig að það er nú fleiri með köggla en heldur þú. Standa 2 í brúnni. Köggla? Já. Þú eru að líta á mig þegar ég er að sýna kögglana, sko. Þetta er ekkert lítið. Ég er enn að venjast gríninu þínu, Inga, og það er þegar gaman að því. En já, þetta leggst bara mjög vel í mig. Að vont eða venst. Og við erum mjög sátt þessa niðurstöðu. Ekki smá vonbrigði? Nei. Sko, ég er búinn að læra það. Hann er í sjokki. Af reynslunni. Það er ekki hægt að stilla sig inn á það að toppa á réttum tíma. Samfylkingin hefði viljað 30%. Viðreisn hefði viljað halda því að vera stærsti flokkurinn eins og þau voru tíma. Hver var það þá sem toppaði á réttum tíma aftur? Já, þú mátt alveg eiga það. Hver var það aftur? I wonder. En ég held hins vegar að það hafi haft ákveðin áhrif sem er verðmætt reyndist fyrir það að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn náðu að botna á réttum tíma. Sem þýddi það að þeir gátu hringt í stuðningsmenn sína fyrrverandi sem núverandi og sagt, heyrðu, þið verðið að bjarga okkur hérna. Þið getið ekki látið okkur fara inn í næsta kjörtímabil með enga þingmenn eða örfáa. Þannig að það gekk upp í hann. En á heildina litið er ég mjög glaður. Bjarni, við erum að tala Sjálfstæðisflokkinn. Nei, við vorum að tala miðflokkinn og ekki. Já, það voru margir flokkanefndir. Voruð að tala Sjálfstæðisflokkinn? Heyrðu, það er landsfundur í febrúar. Ein af uppgötunum ársins er náttúrulega svo að það verður víst vont veður í febrúar. Já, það er auðvitað... Hvenær föttuðu þið það? Það er breytilegt frá ári til árs. En það eru margir sem spáð því 2025 að verði gæti orðið slæmt veður í febrúar. Þetta er aldrei fyrir séð, nákvæmlega hvernig þetta kemur út. En það eru ráðherrar, Guðlaugur Þór, Áslaug Arna, sem hafa mikinn áhuga á því að verða formenn Sjálfstæðisflokksins. Fyrrverandi ráðherrar. Og þau vilja, afsakaðu Inga, fyrrverandi ráðherrar, þau vilja hafa landsfund. Já, er það? Já, það hefur komið skýrt fram. Jón Gunnarsson, þinn maður, hann er reyndar ekki hérna í salnum í kvöld, en hann vill ekki hafa landsfund. Hvað vilt þú, Bjarni? Ég tók ákvörðun það að boða til fundar í febrúarlok, byrjun mars. Ég er formaður í miðstjórn flokksins sem tók þessa ákvörðun á sínum tíma. Og þú stendur við hana?
Ég hef ekki breytt skoðun. Nei. Það fólk í flokknum sem hefur komið aðrar hugmyndir. Ég hef sagt já, ég meina við getum rætt það. Ég hef ekki verið að boða neina breytingar. Það, hafið þið heyrt mig segja það, Axtar? Það eru kenningar að svona Já, hugmyndir kom ekki upp nema af því að Bjarni hafi áhuga á því. Það eru kenningar, já. Það nákvæmlega það sem það sko. Já. Bara einhver svona blaðamannablaður. Það það sem það sko. Þannig að þú ræðir þessu, þannig að það verður... Ég ræði þessu einmitt ekki, ég var að segja við þið. Það miðstjórn, það svona miðstjórn, það ekki miðflokks. Það miðstjórn. Sigmundur. En ég held hins vegar að ef að miðflokkurinn heldur fund á sama tíma þá getur þurft að færa þetta. En þú lærða þessu líka, þessu með veðrið. Nei, það eru menn eins og þú sem að skrifa langa fréttir. Ég las frétt eftir þið á Vísi. Takk. Já, þú skrifaði hann, var ekki? Já. Jú, ég sá nafnið við hann. Að það væri rosalega mikil átök í flokknum og þetta kom mér bara mjög spánstur í sjón. Ég kannast ekki neitt af þessu. Þannig að þú veist meira þetta heldur ég. Já, ég held að séu fleiri við borðið hérna sem eru ekki jafn hiss og þú og þessu öllu saman. Já, ég veit það ekki. Það eru fleiri við borðið sem eru ekki jafn hiss og ég. Já. Það getur vel verið. Ég bara kannast ekki við það sem að þú hefur skrifað þetta mál og ætla að spyrja mig út í það sem þú skrifaðir. Og ef að Sjálfstæðisflokkurinn ákveður að færa landsfundinn, þá bara gerir hann það. Ég var ekki að biðja það, sko. Það ein spurning sem ég veit að þú elskar, Bjarni. Verður þú áfram formaður Sjálfstæðisflokksins? Þarna græddi ég rauðum slösku, sko. Ég búinn að veðja að þú myndir spyrja þessu. Takk fyrir það. Já, nú skulum við sjá, sko. Hvað sagðirðu? Verð ég formaður Sjálfstæðisflokksins? Þú þarft ekki að svara þessu. Það fyrir eftir hvort ég næ kosningu, sko. Ef ég verði kjöri. Ok. En þú spenntur fyrir stjórnarandstöðunni. Þú til í þetta. Já, ég held að, ég meina, sko, skoðum bara hvernig stjórnmáli ganga fyrir svo á Íslandi, almennt, horfum bara aftur í tímann. Hvernig það er rosa gaman, eins og þið hefur fengið að sjá núna, þegar þú kemur stjórninni saman, þá partí, þá eru hveitibrauðsdagarnir, þá svo mikið samstaða og það svo mikið fjör og þú þarft ekki að segja margt, þú getur bara að vísa í almennum orðum í svona hluti sem þú ætlar að leysa í framtíðinni og svo færðu bara að leggja á stað. Og sagan segir okkur að stjórnarandstaðan á mikil tækifæri í fjölflokkastjórn. Fjölflokkastjórnir eiga erfitt með að halda fylginu sínu og flokkar sem hafa verið lengi í ríkisstjórn, þeir geta aftur fengið súrefni, fundið kraftinn og fengið viðspyrnu í stjórnarandstöðu. Þetta bara sagan að segja okkur og ég held að séu gríðarlega mikil sóknarfæri fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem næststærsti þingflokkurinn á þinginu núna. Í stjórnarandstöðu gegn þessari ríkisstjórn, ég held að séu mjög mikil tækifæri og kannski að hluta til kannski fyrir marga dálítið kærkomið að þurfi ekki að gera málamiðlanir, heldur geta svolítið telt fram bara áherslumálunum eins og þau koma fyrir og hérna sko tala mjög almennum orðum risamál. Það sagt, já við ætlum að fara auðlindagjöld. Já, segið okkur aðeins eitthvað það. Við ætlum að fara í stjórnarskrárbreytingu, segir Þorgerður. Eins og við höfum ekki stutt það. Við stuttum hérna ítrekkuð frumvörp sem hafa komið fram á undanförnum árum auðlindaákvæði í stjórnarskrá. En það í smáatriðunum sem ágreiningurinn liggur. Það ekki talað um það. Við ætlum að gera þetta og við ætlum að gera hitt, en öll útfærslan eftir. Og þegar við förum í útfærsluna, fyrirgefðu. Hvað veist þú? Sást þú þetta samningaból með okkur? Ég bara að lesa... Útfærsluna þó ég hef ekki verið að senda þannig í pósti í einhverju partísformi. Má ég lesa og vísa í stefnuyfirlýsingunum sem þið heldur blaðamannafundi á sem verður pirruð? Ég bara að vísa í það. Ég bara að vísa í það sem þið eru búin að skrifa og gera opvert. Og ég bara að spyrja spurninga eins og maður mun gera í stjórnarandstöðu. Ekki satt, ég held að séu mikil tækifæri því fyrir ekki bara Sjálfstæðisflokkinn, ég held að séu fyrir aðra stjórnarandstöðu. Ég get ekki beðið eftir að hafa hinum megin við borðið. En Þorgerður, getur þú... Já, ég setið í 7 ár sem formaður í stjórnarandstöðu og tekið af einur þátt í því með formönnum annarra flokka að reyna að koma að stjórnarskrárbreytingu og ég man það að eftir fyrstu 4 árin þá vorum við og Framsóknarflokkurinn Inga og Vinstri græn. Við vorum sammála mjög mikilvæga breytingar en það voru aðri flokkar sem voru á móti eða vildi fara aðra leiðir, þar meðal Sjálfstæðisflokkurinn. Þess vegna finnst mér þetta eiginlega gott að heyra það að Sjálfstæðisflokkurinn svolítið að breyta kúrs. Hann tilbúinn til þess að styðja við auðlinda ákvæði í stjórn. Það ekki ný stefna, Þorgerður. Spáni.
Allavega, Yfirlýstur stuðningur við ákvæði eins og Katrín lagði það fyrir þingið. Ég held allavega að Sjálfstæðisflokkurinn þurfi þá bara að tala skýrar. Það er fagnaðarefni ef að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að fara núna loksins eftir öll þessi ár að styðja við raunverulegt auðlindaákvæði stjórnarskrár sem að einmitt stendur vörð sameign þjóðarinnar á auðlind og land. Svarið bara þessari spurningu. Ætlið að gera kröfu að allir auðlindanýtingarsamningar verði einungis tímabundnir? Finnst þér það óeðlilegt að þeir séu tímabundnir? Nei, ég svaraði spurningunni. Að sjálfsögðu. Þannig að þið ætlið að fara í kvótakerfi. Að sjálfsögðu. Og við líka setja auðlindagjöld á hvalinn sem þú varst að gefa skotið á daginn. Það er ekkert að því. Það er einu sem syngur í sjónum fyrir utan klóakki sem ekki er búið að setja. Reiknaðu bara hagnaðinn hverjum hval og taktu skatt af því. En svaraði bara spurningunni. Já, ég ætla þá að svara. Vegna þess að þetta er að höggva í rót kvótakerfisins, þar sem við erum með ótímabundnar heimildir í dag. Af því að ef þetta er nýja stefnan, þá þarf að semja nýtt sjávarútvegskerfi. Þorgeir, þú með svar. Og þú myndi ekki gera það nefnilega. Ég er að hugsa prúðuleikarna og kallana tvo Er það Ingo Kalleri og Baldur sko. Það er ég og Bjarni. Það sem ég er að reyna að segja, mér finnst náttúrulega, þú veist, það sem að Bjarni er að segja, þetta er nákvæmlega það sem að gerist alltaf. Ef að þá er verið að tala prinsippmál eins og auðlindaákvæði í stjórnarskrá, að það veri greitt sanngjarn auðlindagjöld, að það er alltaf farið strax í kvótakerfið. Það er alveg skýrt hjá þessari ríkisstjórn, við ætlum ekki að hrófla við kvótakerfinu. Það er alveg skýrt. Það sem að mér fannst hins vegar áhugavert var þegar þú gafst út hvalveiðileyfið, þegar þú sem ráðherra... Sem að ég átti að gera. Já, sem að ég hef sagt að þú gerir þetta lögum samkvæmt, en þú barst það til 5 ára. Þú settir tímabundin til 5 ára. Mér finnst það ákveðið vegvísur það að Sjálfstæðisflokkurinn er tilbúinn til þess að setja tímabundin ákvæði á auðlindir sem eru sameiginlega í eigu þjóðarinnar. Með sjálfkrafa framlagning. Mér finnst þetta vita gott, ég er bara... Þið svaraði spurningunni. Ég er hress með þessa stöð... Þið svaraði spurningunni. Ætlið að setja... Ég segi það fyrst að þú ert tilbúin til að veita tímabundin... En svaraði bara spurningunni. Já, ég segi það. Verður stjórnarskrárákvæðið með skilyrðum að ríkið geri aldrei samninga aðgang að auðlindum í sameiginlegri eigu nema samningarnir verði tímabundnir. Það er spurningin. Af því að það er það sem að það er ástæðan fyrir að þið vildu ekki. Margir þurfa að svara Þetta er ástæðan fyrir að þið vildu ekki ákvæðina Katrínar. Ég held að En svarið spurningunni. Bjarni, þessi yfirheyrsla er komin á kristallast. Nei, þetta er ekkert svar. Bjarni, róaðu þig, Bjarni. Við viljum ekki svara. Það er svolítið merkilegt að þú er erfitt með það, af því ég held að séu ákveðnir aðilar hér við borðið. Svarið bara spurningunni. Sem hafi verið í stjórnarandstöðu og fengi nú að heyra það er eigi að róa sig. Liggur ekki bara alveg fyrir að það áttur að koma frá þingmálaskrá. Alveg eins og formaður Samfylkingarinnar horfi ég á því og segi formaður Samfylkingar. Formaður Framsóknar segi, vil ég ekki bara hleypa okkur af stað? Við erum búin að fá nokkra hálfa daga inn í ráðuneytunum af því að þú ákvaðst meðal annars þegar þú tókst við sem forsætisráðherra. Er ekki svar. Bjarni, ég var búin að svara þér. Þú bara heyrðir ekki neitt að hafa langan tíma núna í ríkisstjórn. Leyfðu mér aðeins að tala. Eigum við ekki bara aðeins að hleypa þessu núna af stað? Það verður nægur tími fyrir svona gagnrýni og við hræðumst það. Ég er ekki að gagnrýna neitt. En þú þarft ekkert að fara að pota hérna í öll stökmál heldur að við höfum ekki rætt allt við þetta samninga við erum að borð. En það er bara munur á því að vera með 3 formenn saman sem eru með sameiginlegt traust sín á milli og vita að það þarf ekki að skrifa allt niður í minnstu smáatriði til að binda alla ráðherra við borðið meðan að fólk treystir sér ekki til að fara í samningaviðræður. Þið eruð að setja máli á dagskrá. Síðast þegar þið fóruð í þessa samningaviðræður við myndun síðustu ríkisstjórnar, sömu 3 flokkar að setjast niður. Það tók ykkur 3-falt lengri tíma en þessa ríkisstjórn og við sjáum hvernig það endaði. Hérna eru 3 konur komnar saman og eru meðvitan um það að það þarf að tala vísa til þess að vera að telja í Borgarnesi og við vorum bara Þið er að segja því að Katrín Jakobsdóttir lagði fram þjóðaratkvæði fyrir stjórnarskrá. Katrín lagði fram ákvæði stjórnarskrárbreytingu auðlindaákvæði. Ég leysti yfir stuðningi við það ákvæði. Þau voru á móti því vegna af því að það stóð ekki í ákvæðinu að það þyrfti að gera tímabundna samning alltaf. Nú koma þau, mynda ríkisstjórn, sitja saman nokkra viku og segir við ætlum að koma með ákvæði. Og ég spyr bara þessar spurningar. Mun vera að gera áskilnaður tímabundna samninga? Og þau get ekki svarað því. Ég segi bara að ég skil vel að Bjarni vilji gleyma öllum sínu ráðherraferli. Hann var forsætisráðherra. Hver er að tala allan minn ráðherraferli? 2013 til 16, það varstu með Sigurði Inga í ríkisstjórn. Hann setti fram frumvarp. Ég er bara að spyrja spurningar. Nú eru Þorgeir aðeins að tala, þú fyrir að stjórna þessu þetta. Af hverju eru komið til 2013? Býttu að því þú verður að kannast við þín eigin verk. 2013 til 16 leggur Sigurður Ingi 16
leggur Sigurður Ingi fram frumvarp frumvarp um sjávarútveg, þar sem að Við erum að tala stjórnarskrána. Það sem að tekur einmitt á tímabundum samningu, þú ert að spyrja það. Þú ert að spyrja það. Við erum að ræða Ríkisstjórnin var tilbúin til þess að tímabinda samningi sjávarútvegi frá 17 til 20 ára. Nei, þegar málið fór ekki til þingsins. Já, til því sjálfstæðismenn stoppuð. Þið viljið aldrei að samning þjóðarinnar. Þetta verður rosalegt. Þetta verður rosalegt. Svakalegt. Ég hlakka til stjórnarandstaðan. Þetta er stjórnarandstaðan, þá verður þetta gaman. Nei, er þetta þung krafa þegar fólk kemur sem að myndaríkisstjórn segir, ég ætla að segja ykkur eitt, við erum búin að sitja saman, við erum komin með sameiginlega niðurstöðum nýtt ákvæði stjórnarskrána auðlindirnar. Ok? Þá segir ég, hvað á að standa þar? Bjarni, verð ekki með það röfl. Bjarni, mér langar að spyrja þig. Dettur þér í hug að við myndum stjórnarskrárbinda það nokkur tíma að gefa ótímabæran aðgang að sjávarauðlindinni? Heldur það er þú sitt það hvað ótímabær og ótímabundin. Þannig að, fyrirgefðu, ég mismælti mig. Ótímabundin. Það kemur aldrei til greina. Þú getur alveg séð þann þátt. En við munum aldrei gera það. Þið ætlar að gera það í fyrðina. Auðvitað er sameign þjóðarinnar. Ég sé að þið eru ekki búin að tala sægreifa þetta. vina þína. Við erum bara vísum. Ég heyri að þið eru ekki að segja þá bara hvað ætla að gera. Já, hann rétt upp hönd. Ég var bara með eina spurningu í ljósið þessar umræðina. Og miðað við það að Kristrún segir að það sé svo mikið traust og sameiginlegur skilningur á milli þeirra að það þurfi ekki einu svona að skrifa það í stjórnarsáttmála. Og Þorgerður sagði að það væri alveg á hreinu að þessi ríkisstjórn ætlaði ekki að hrófla við kvótakerfinu. Vita Inga og Kristrún af þessu, Þorgerður? Spurðu það. Hef ég talað að það eigi að setja allt kvótakverfi á... Nei, Samfylkingin hefur talað lengi. Þú veist bara að ala á ykkur sem ekkert til í, menn þú veist alveg hvað við Þetta gerist þegar orðalagið almennt. Enda stóðum með saman Nei, ég held að þetta er samt sértækar en það. Við skulum aðeins koma okkur niður á jörðina og átta okkur á hvað við erum að tala um. Þessi ríkisstjórn búin að sameinast það að til dæmis hækka veiðigjöld í sjávarútvegi, að koma á auðlindagjöldum sem snúa ferðaþjónustu, að fara í sanngjarnari dreifingu á orkunni og gjöldum sem að mögulega er hægt að taka á því þannig að það verði ákveðin hvati í nærsamfélögum til þess að fá orku til sín. Þetta er allt einhverju frasar. Hver er á ósangjörnum veiðigjöld? Prinsip eru Er einhver sem frasar. að styður ósangjörn veiðigjöld? Já. En ég menna ef að þú vilt fá konkrétt svar, Sigmundur, þá get ég alveg sagt þér hvað konkrétt svar er. Ég menna auðlindarentan hefur verið metin á 50, 60, 70 milljarða í sjávarútvegi. Í fyrra voru veiðigjöld tekin sem að hljóma upp á 10 milljarða. Þetta er ekki eins og Og tekjuskattur. Þetta er ekki eins líka og tekið öll tekjuskattur. fyrirtæki í landinu borga. Já, en það er af auðlindarentunni sem það Það er greitt. liggur alveg fyrir að það er vilji í samfélaginu til þess að ákveðnar auðlindagreinar greiði hluta af rentunni tilbaka. Þetta snýst ekki um að refsa einum né neinum. Það eru réttindi og skyldur sem felast í að búa í samfélagi og þegar það er farið í þá vekkferð sem var gert á sínum tíma með samsetningu kvótakerfisins að loka af ákveðna grein og þá byggist upp renta sem er óhefbundin það sem er í svona öðrum tegundum fyrirtækja sem er mikil samkeppni, þá er ekkert óeðlilegt að fólk takist á þetta. Þannig ég ætla bara að leyfa mér að segja, ég á eftir að sjá að það verði ekki mikið rætt þetta á næsta kjörtímabili, þessu auðlindagjöld og fólk er hér að fullyrða að það sé ekkert nýtt í þessu. Það er bara víst nýtt í þessu. Það er bara viljandi verið að reyna að snúa einn út úr. Hvað segir þú? Vissir það ekki að hrófla við kvótakerfinu? Já, við ætlum að fara að öðru leyti. Við ætlum að ráðast að þessari umfram 15% ísingu, við ætlum að fara gegn þessu tvöfalda vigtarkerfi og tvöföldu verðlagningu og við ætlum í rauninni að girða fyrir, eins og við segjum, í margar glufur og mörg verkefni sem að við vitum að er bara stórkostlega verið að svindla á í samfélaginu. Það er vitað í hverja einustu höfn í landinu. Við erum komna til að sjá og sigra þetta. Takk fyrir kærlega penn. Og þið getið verið með eða á móti, það skiptir ekki máli því þetta hefur verið við líði undir ykkar stjórn. Og það vitum allir í samfélaginu Það sem við ætlum ekki að gera er að tala meira um kvótan. Við ætlum ekki að gera það augnablik meira. Við erum með fólk í eyrun að skamma okkur. Þetta er víst kvótasíld, ekki kryddsíld. Við ætlum að skipta við til Thelmu, held ég. Við ætlum að gera það. Já, takk fyrir það, Tumi og Erla. Það er hiti í þessu og það er ljóst að það verður fjörugur vetur framundan á þinginu. En við skulum venda kvæðið okkar aðeins í kross í stuttastund. En hér á sviðinu er húsbandið okkar sem þeir skipa Kristinn Svavarsson, Sigmar Matthíasson, Gunnar Jónsson og Agnar Magnússon og þeir hafa fengið góðan liðsauka söngkonuna og fiðluleikaran Unni Birnu Björnsdóttur.
Nú, þau ætla aðeins að hita upp með notalegri og góðri stemningu og þau ætla að flytja okkur lagið Fyrir utan gluggann. Gjörið þið svo vel. Fyrir utan gluggann fannfergi og hríð sem felur blóðum mín spor. Ég verð að sitja og bíða þótt sárt þykir mér að sjá þig ei fyrr en í vor. Bráðum kemur nóttin á hvítum mjúkum skóm og kveikir í huganum bát. En það engin huggun því að veröldin tóm og vonirnar reynast aðeins tár. Fyrir utan gluggann fannfergi og hríð sem felur blóðum mín spor. Fyrir utan gluggann enginn á ferð. Ég einmana að hugsa til þín. Úti flögrar snjókorn sem fýkur í hring og í fölleitri birtunni skín. Bráðum kemur nóttin á hvítum mjúkum skóm og kveikir í huganum bát. En það engin huggun því að veröldin tóm og vonirnar reynast aðeins tár. Við framleiðum ánægða viðskiptavini. Ísland skrifstofuhúsgögn, Skeifunni 8 og hislan.is fyrir ánægða viðskiptavini. Einfaldaðu bókhald fyrirtækisins og hengdu kvittanir við kortafærslur í appinu. Landsbankinn. Léttari heimur með íslensku áli. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Norðurál. Heiðrum ferðalög sem færa okkur nær hvort öðru. Hittumst yfir hátíðarnar. Askja. Veit ekki hvað vakti mig
tær birtan lýsir mína lund. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi Collab, kollagen, koffín, sykurlaust. Gjafakort Þjóðleikhússins er eins og ómótstæðilegt konfekt, fullt af töfrandi mólum. Þjóðleikhúsið. Magga vantar hlaupajakka. Ágústu vantar gúmmístífur. Rósu vantar nýjar snyrtuvörur. Og Evu vantar leslampa. Þú finnur þetta allt á boost.com, stórverslu Norðurlandana. Nákvæmlega þetta er gull. Okkar bjór. Bónus takkar fyrir allt á árinu sem er að líða og óskar landsmönnum öllum farsældar á komandi ári. Mamma, við fengum hús. Á kotta hvílir kollurinn, víða reikar hugurinn, sýnir ótal myndir frá í dag. Legðu lóa þinn í minn, meðan nóttin læðist inn og mjúka myrkrið lokar burtu lætin. Ég skal kúra hjá þér, finndu hlýjuna frá mér. Úti róast önnum kafinn strætin. Já, það er margt að vera að gera hérna. Það er bara þannig. Þegar svefnin sígur á, aldrei finn ég meir en þá. Er allt í lagi? Hvað ég er þakklát fyrir þig. Við þökkum gott samstarf og jákvæð samskipti á árinu. Megi jólin ykkar vera björt og hlý og árið sem framundan er bjóða upp á spennandi tíma. Landsnet. Við erum til fyrir þig. Slysavarnafélagið Landsbjörg. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Byko. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar flokkunar og friðar. Flokkum okkur inn í umhverfisvænt ár. Sorpa. Óskum viðskiptavinum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Jysk, góð tilboð. Við framleiðum ánægða viðskiptavini. Íslands skrifstofuhúsgögn, Skeifunni 8 og Histland.is fyrir ánægða viðskiptavini. Einfaldaðu bókhald fyrirtækisins og hengdu kvittanir við kortafærslur í appinu. Landsbankinn. Léttari heimur með íslensku áli. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Norðurál. Heiðrum ferðalög sem fær okkur nær hvort öðru. Hittumst yfir hátíðarnar. Askja,
Stöðvar 2 Bylgjunnar og Vísis á manni ársins 2024. Það er alltaf mikil eftirvænting í kringum þetta val, en þegar við förum yfir árið er vandlega farið yfir þá sem að hverjir hafa haft afgerandi áhrif á gang þjóðmála eða samfélagið í heild með tilveru sinni. Skulum skipta hulunni að manni ársins 2024. Stríð, yfirvofandi átök, ofsóknir, náttúruhamfarir, loftslagsbreytingar eða einfaldlega leit að betri lífsskilyrðum hefur valdið því að straumur fólks landa á milli hefur aldrei verið meiri en nú. Ísland er fjarlægur áfangastaður langt frá nokkru meginlandi. Á annað 1000 manns lagði þó á sig ferðalagið hingað í leitað skjóli. Heimurinn er suðupottur, sýnin á lífið sprottin úr mismunandi jarðvegi. Nýjir íbúar geta valdið samfélagslegum jarðskjálfta sem sýndi sig á árinu sem er að líða. Það hrikti enda í stoðum svo mjög að nýr forseti gerði það að umtalsefni í setningaræðu sinni. Fólki hættir til að skipa sér í skotgrafir, í andstæðar fylkingar. Svo læst það sumt í afstöðu sinni að það heyrir ekki hvert í öðru. Einn alvarlegasti fylgifiskur þess að traustið, mikilvægasti grunnur mannlegs samfélags, fer þverrandi. Og þegar gamla árið máðist út yfir í nýtt, risu tjaldbúðir á Austurvelli. Við hættum ekki fyrir að við hefum fengið kröfur í gegn og fjölskyldin hefur verið sameinuð. Við viljum sjá þau komast óhult út af Gaza. Óeirð greip aktivista sem þrýstu á stjórnvöld að bregðast við neyðarástandi. Sjálfskipaðir bjargvættir héldu til Egyptalands að koma stríðshrjáðum í skjól. Eina fyrirstaðan var í raun bara þessi ákvörðun, að taka ákvörðun koma ná við þau. Þannig að það bara vilji sem að þetta strandaði á. Það er engar tæknilegar flækjur. Við erum að undirbúa það að geta sótt þetta fólk. Ef að fólk er að komast út með aðstoð annar, þá er það bara ágætt og fínt. En þetta er risaframkvæmd fyrir okkur Íslendinga og við getum ekki haldið áfram á sömu braut þar til að allir innviðir hér heima eru sprungnir. Ég ætla engum í ríkisstjórnina vilja ekki aðstoða fólki í vanda við að komast heim. Þannig að vonandi sjáum við þetta gerast sem allra fyrst. Einn af hornsteinum lýðræðis er skoðanafrelsi og ráðamenn veltu upp spurningum hvort lítið samfélag væri í stakk búið að taka við takmarkalaust. Af hverju eru að koma til Íslands miklu fleiri hlutfallslega flóttamenn heldur en til annar landa? Það er hið augljósa fyrir þá alla sem tilþekkja að það er vegna þess að í kerfinu okkar eru seglar þar sem að fólk fær betri meðferð, fær meira fyrir að koma hingað. Ísland er uppselt gagnvart frekari umsóknum hælisleitenda. Flestir höfðu reyndar skoðun á útlendingamálum og haturs orðræða varð háværari. We scare, like it's always like we go and we're not sure what's gonna happen. What's gonna happen? If it's like a physical abuse or verbal abuse, that's like for sure you're gonna get at least 4 or 5 a night. Sumari fættist svo lítil þúfa sem var það óyfirstíganlegu fjalli þegar vísa átti veikburða palestínsku barni í hjólastól og foreldrum þess úr landi að næturlægi. Upphófst handahófskend atburðarás þar sem í óreiðunni tókust á kerfislæg sjónarmið og mannleg. Símalínur urðu rauðglóandi þegar baklandi fekk veður af aðgerðinni, ráðherrar hringdu í ráðherra og í lögreglustjórann sem varð ekki svefnsamt þessa nótt. Fjölskyldinu var komið í var á ögurstundu og slegin skjaldborg drenginn sem varð hetjan í sögu sem svo oft hefur verið sögð. Hann var táknmynd baráttu hins mæsta við þá sem valdið hafa. Ég fekk bara beiðni það frá félags- og vinnumarkaðsráðherrum að fresta brottflutningi í þessu einstakamáli. Ég ákvað að verða við því þó að það væri mér þvert geð. Það var auðvitað mjög mikil spenna í kringum þetta mál og mikil þrýstingur á þessu máli og ég fer ekkert í graggötu með það að það skipti mjög miklu máli að dómsmálaráðherra varð við því. Ég hótaði ekki stjórnarslitum. Mál litla drengsins með ólæknandi hrörnunarsjúkdóminn hafði þó opnað Pandóruboxið. Og ekki leið á löngu þar til stjórninni var svo þungt andardrátt að hún neyddist til að láta í minnipokann og forsætisráðherra tilkynnti þjóðinni að framundan væru þingkosningar. Eiríkur, heldur þú að það hafi skipt sköpum mál Palestínudrengsins? Já, það er alveg augljóst að það er þar sem að þessi atburðarás sem að núna endar í þessari ákvörðun fer af stað
Auðvitað hafði verið aðdragandi að þessari misklíð og ágreiningi innan stjórnarinnar. En síðan gerist það, þetta kemur upp þetta mál með langveikan dreng frá Palestínu sem að rauninni í endanum má segja velti þessar ríkisstjórn. Það er svona þúfan sem að veltir hlassinu. Maður ársins er birtingarmynd baráttuanda, styrk, mýkt og djúpar mannlegar tilfinningar. Hann hreyfði við hjörtum en hafði jafnframt afdrifarík áhrif með tilveru sinni á stjórnmálin og samfélagið allt. Maður ársins hjá fréttastofu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar er Yazan Tamimi. Yazan Tamimi, maður ársins hjá fréttastofu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar. Vertu velkomin Yazan og til hamingju. Ég ætla að gefa þér hérna smá viðurkenningaskjal. Það er maður ársins, gjörðu svo vel, til minningar. Og hérna, þetta eru blóm, þetta eru Palestínublóm. Þetta er handverk frá Palestínu en búið til á Íslandi. Gjörðu svo vel og til hamingju. Yazan, hvernig líður þér núna? Vel. Líður þér betur en áður? Já, betur. Já. Ertu í skóla á Íslandi? Já, í Hamraskóli. Og gengur vel í skólanum? Gengur vel. Já. Þú ert duglegur í skólanum og duglegur að læra íslensku. Finnst þér gaman að læra íslensku? Já. En hvað finnst þér skemmtilegast í skólanum? Að fara myndmennt. Að læra íslensku. Að fara í myndmennt og læra íslensku, já. Og finnst þér þá gaman að mála og teikna eða hvað finnst þér skemmtilegast? Teikna. Finnst gaman að teikna. En þegar þú ert ekki í skólanum, hvað finnst þér þá skemmtilegast að gera? Tölvuleik. Eins og allir 12 ára strákar finnst þér skemmtilegast að fyrir tölvuleik. En ertu búin að eignast vini á Íslandi? Í skólanum. Já. Og finnst þér gott að búa hér á Íslandi? Já. Yazan, til hamingju með þetta og gangiði vel. Og hérna sita líka foreldrar hans og móðir. Hún talar bara ensku og þau tala ennþá ekki mikla íslensku. How are you doing now in Iceland? We have been better now and everything is okay. Thank you. Já, og þarna sagði hún að þau hefðu það betur í dag og allt væri í lagi hérna á Íslandi. En þarna er hann kominn, maður ársins, Yazan Tamimi, hinn 12 ára og við ætlum að halda áfram umræðum hérna í kryddsíldinni og ég skipti aftur yfir á háborðið. Já. Takk fyrir þetta, Telma. Það getur enginn sagt að Yazan Tamimi hafi ekki haft mikil áhrif á þetta ár. Mikil áhrif. Mikil áhrif. Mikið í fréttum. Já, en eitt sem kom ekki fram í þessu innslagi er náttúrulega sá sem tók ákvörðunina sem að sendi ríkislögreglustjóra þau skilaboð að hann skyldi ekki sendur úr landi, hann Yazan og fjölskylda. Hann setur við borðið, Bjarni. Það er ekki oft minnst á því sem bjargvætt í þessu samhengi, en Guðrún Hafsteinsdóttir, hún sendir SMS beint frá þér að Bjarni segir drengurinn á að vera. Ertu til að rifja upp fyrir okkur hennan morgun? Þetta hlýtur að vera, það gerist margt á árinu, en í þessu samhengi, þetta hlýtur að vera eftirminnilegu morgun í Garðabænum þegar allt þetta gengur yfir. Já, ég meina það er í sjálfu sér allt saman löngu komið fram að það átti sér stað samskipti þarna morgunin sem að enduðu með því að dómsmálaráðherra talar við ríkislögreglustjóra að fresta þessari framkvæmd. Síðan atvikast málin þannig að tímafrestir fyrir brottvísun renn út skömmu síðar sem að tryggir efnismeðferð í þessu máli. Og já, ég meina sko þetta... Hvernig líður með þessu ákvörðun núna, til dæmis, að þetta hafi orðið niðurstaðan? Því það stendur náttúrulega bara í, ef ekkert hefur gert, þá væri Yazan væntanlega á Spáni núna? Mér líður bara ágætlega með það að hlutinni skuli ganga svona fyrir sig í sjálfu sér. Ef við höfum í huga þann gríðarlega fjölda sem var brottvísað frá Íslandi á þessu ári. Já, við erum með það árum 2024. Ég þurfti aðeins að minna með það.
að þá það í sjálfu sér gríðarleg breyting í pólitíkinni að það hafi verið eitt tilvik sem hafi orðið að stóru fréttamáli vegna þess að við höfðum á þessum tímapunkti brottvísað 1000 manns og við höfðum nýfaldað frávísanir á landamærunum. Í ljósi þess hversu viðkvæm þessi mál hafa verið á undanförnum árum hafa oft orðið að fréttaefni einmitt framkvæmd brottvísana að þá erum við að upplifa einhverja alveg nýja tíma, einhvern stór aukinn skilning á því að það geti ekki allir fengið já, það geti ekki allir fengið samþykkt á beiðni sinni, að við höfum þurft að herða reglunar. Við breyttum á þinginu í sumar því að við samþykkjum ekki lengur strax umsóknir fjölskyldusameiningar og margt fleira hefur verið gert til þess að aðlaga kerfið okkar að breyttum veruleika. Þannig að heilt á litið á þennan málaflokk þá ég sáttur við þá þróun sem hefur orðið í þessu máli, þá þetta bara gleðst maður yfir því að sjá að fólki sem að leitar skjóls hér líður betur, en við þurfum að tryggja að við höfum burði sem samfélag til þess að taka við þessum flóttamanna fjölda sem er á ferðinni og við höfum verið að leggja áherslu á það að það þyrfti að eiga sér stað breytingar, við höfum verið að lögfesta suma þeirra en aðrar bíða. Kristrún, það má segja að stefnu yfirlýsing nýrrar ríkisstjórnar byggir raun og veru á þessum grunni sem hefur verið byggður síðustu misseri fyrir ríkisstjórn. Það kemur fram að það eigi að gæta samræmis við reglur nágrannaríkja, styrkja stjórnsýslu, tryggja mannúðlegt og skilvirkt móttökukerfi fyrir umsækjendur. Er þetta framhald hreinlega á því sem að hefur verið byrjað á núna sérstaklega þessu ári eða einhverjar aðrar breytingar þarna á að taka á móti færra fólki, verður erfiðara að sækja hæli á Íslandi? Sko, við sjáum ekki ástæðu til þess að gera eitthvað stórkostlega breytingar á því umhverju sem við erum komin núna í. Ég held að allir flokkar Þið sátt við grunninn svona. Ég held að allir flokkar sem sitja í þessari ríkisstjórn séu meðvitaðir að já, það þarf að vera ákveðið raunsæi á bakvið slíka stefnu, en það þarf auðvitað líka að vera mannúð að leiðarljósi. Það eru ákveðin prinsip auðvitað til staðar þegar þú ert að eiga við svona viðkvæm mál, en lykilatriðið að það séu almennar reglur og að við tökumst á við svona áskoranir með almennum hætti, ekki með sértækum hætti. Það mjög erfitt þegar mál snúast alltaf staka einstaklinga sem kom í fjölmiðlum vegna þess að þrátt fyrir að það séu þetta erfið mál, þá fjöldinn allra fólki í kerfinu sem að fær einmitt ekki athygli, fær ekki aðstoð og við verðum að leitast við það að vera með almennar reglur. En við höfum talað fyrir því, já, að lykilatriðið sé að það sé samræma milli þessum að við gerum hér og í svona löndunum í kringum okkur. Og hér hefur verið talað og að vitna í þessu innslagi að það hefur verið mikið flóða fólki sem kom til landsins. Náttúrulega stærstu breytingarna sem áttu sér stað var hópur sem kom frá Úkraínu. Það var fólk sem hingað var boðið og það var bara gefin út opinber yfirlýsing það. Og síðan það þannig, eins og víða hefur verið talað að það var farið í ákveðnar breytingar sem sneri að getu fólks frá Venezuela til að koma hingað til landsins, sem síðan kippt tilbaka í kerfinu. Það byggði upp ákveðin málafjölda og það hefur tekinn tíma til að vinna úr því. Og aðrar tölur þar hafa ekki hreyfst jafn mikið, en við erum samt allar sammála það. Við erum alla sammála það að lykilatriðið að það sé samræma milli þess við sjáum í löndunum í kringum okkur. Og þú talar löndin í kringum ykkur og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, kynnti hertari reglur fyrir 3 árum. Þá reis Logi Einarsson, þáverandi formaður Samfylkingarinnar, upp á afturlappirnar og fordæmdi þessar nýju reglur, sagði þær allt of harðar og ómannúðlegar og Samfylkingin myndi aldrei taka undir slíkt. En nú þið í raun og veru komin með það á ykkar borð. Nei, ég meina Mette að reka stefnu sem ekki rekin í Noregi til dæmis. Það auðvitað ekki 100% samræmi í þessum málaflokki heilt yfir. Ert þú að líta til Mette? Við erum að tala heilt yfir. Ég sé ekki þörf á því að fara þá leið sem að Mette lagði áherslu á. Ég held að það liggi alveg fyrir. Ég myndi frekar vilja horfa til Noregs til að mynda í þessu samhengi. En ég get alveg tekið undir þessum fólk segir. Við þurfum auðvitað að ráða við aðstæður þó það sé ekki nema sérstaklega einmitt fyrir þann viðkvæma hóp sem hingað kemur að þau hafi í rauninni þá þjónustu geti til þess að aðlagast samfélaginu og verða virkir samfélagsþegnar. Og ég held að sé allir mjög meðvitaðir það
og sérstaklega get ég tala bara fyrir hönd þessara ríkisstjórnar að það auðvitað eitur í beinum svona velferðarsinnar og framsækina ríkisstjórnar að hér myndist eitthvað stéttskipt samfélag þar sem að fólk sem eru á erlendu bergi brotið komist ekki inn í samfélagi vegna þess að það getur ekki fengið þjónustu við hæfi, það fær ekki íslenskukennslu og annað. Þannig að þetta ákveðin jafnvægislist að huga að fjöldanum en líka að inngildingunni. Það líka jafnvægislist hvers konar orð maður notar og hvernig maður talar hlutina. En við erum ekki að fara í neina kúvendingu á hlutunum. Við teljum ekki þörf á að fara í frekari aðgerðir að neinu ráði, nema þá bara til þess að við getum unnið betur úr þeim umsóknum sem hingað koma. Og þetta var ekkert svo sérstaklega heitt mál í kosningabaráttunni? Ekki þannig, ekki eins og margir reiknum með. Sigurður Ingi, þú má kannski þakka þér það að þú jarðaðir þetta mál pínu í frægri spjaldtölvu ræðu í kosningabaráttunni. Þar sagðir þú, það fólk hérna inni sem virðist vera hræddara við lítinn strák í hjólastól en erlendan auðkýfing sem flýgur á einkaþotu og kaupir upp jarðir á Íslandi. Þetta virtist ekki þessi skilaboð, vöktu athygli, skiluðu sér kannski ekki atkvæðum í kjörkassan, en þér fannst umræðan greinilega svolítið skökk. Já, augljóslega, og það sem þú last upp Erla, gæti bara verið stefnuyfirlýsing Framsóknar í útlendingamálum. Spurningin síðan, það útgáfa Mette, sem að Inga Sæland sagði hérna áðan, Ísland uppselt? Eða það útgáfa Þorgerðar Katrínar? Ég var nú bara að svara þessar spurningu, Sigurður, þú getur alveg tekið mark á því sem ég segi. Þetta eitt af því sem við vitum auðvitað ekki. Við vitum ekki, en Kristrún var að segja að þetta væri útgáfa Noregs. En ég sá hins vegar ekkert í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar það að það var eitthvað talað samþjöppun á jörðum sem ég skildi ekki alveg. Enn og aftur, eitthvað sem við getum spurt í þinginu þegar það kemur saman. En það var hins vegar ekkert fjallað það sem ég var að benda á í þessu samhengi. Að það stórkostleg áhætta sem í gangi. Þegar að einn maður kominn með eitthvað 1,6% eignarhald á Íslandi með 40 jörðum. Og ef að regluverkið svona opið, þá þarftu ekki einhverja 5 eða 10 í viðbót, þá allt í einu komnir í 16%. Ef hann komin í 1,6%. Við erum búin að breyta en við gengum ekki nóg langt. Það var það sem ég var að benda á. Var það eitt af því sem VG stoppaði? Nei, það var Bjarni. Já, Bjarni. Já, það auðvitað takmörk fyrir hversu strangar reglur við eigum að setja hverju sinni, en markmiðið var algjörlega sameiginlegt og ég held að við höfum fundið ákveðis lending í þessu. Spurning sem mér finnst að ætti að spyrja hérna í þessu útlendingamáli nú greiddu þar hvorug atkvæði með útlendingalögunum sem við breyttum í sumar og ástæðan var sú að við vorum að þrengja heimildir til fjölskyldusameininga og það vildu þær alls ekki. Nú það komnar í ríkisstjórn. En Inga sagði að það eðlilegt að spyrja, ætlar að opna fyrir fjölskyldusameiningar? Já, mér finnst ekkert athugavert að það verði skoðað útfærsluna á þessum fjölskyldusamningum þó að við séum ekkert að fara í að skera upp það frumvarp sem var lagt fyrir í vor. Fólk hafði alls konar ástæður fyrir því. Við greitum ekki atkvæði í Samfylkingunni gegn þessu frumvarpi, Bjarni, þó að þú þreytist ekki á að tala í kringum hlutina. Ég sagði að þið greiddu ekki atkvæði með því. Nei, ég á nú eftir að sjá og þú eftir að vera grænn á öllum frumvarpum núna á næstu misserin sem að í prinsipin þú gætir ekki gert. Ég meina, vertu bara velkomin í stjórnarandstöðu, þannig það nú líka þannig. Þannig að þeir voru ekkert að meina sem sögðu sumar. Þeir voru á móti breytingunum í fjölskyldusamningana. Svo þegar það fari í ríkisstjórn, þá þetta bara fínt. Höfum þetta bara eins og Bjarni vildi hafa í sumar. Þú verður að venjast í að leyfa fólki að svara spurningu núna, sérstaklega úr komin í þá stöðu. Nú ég komin í spurninguna, hérna í stöðuna að spyrja þig. Já, en leyfðu mér þá að svara. Þú svara bara engu. Það er bara vandamálið. Þú grípur alltaf fram í fyrir mér. Ég var bara að spyrja, ætla þau að gera það sem þau sögðust vilja í sumar, að hafa Ísland opið fyrir fjölskyldusameiningu? En því ég fæ ekki svar. Ég skal bara svara þér. Þú ert með lista af spurningum. Ég með langan lista. Ég vil helst bara spyrja og svara sjálfur. Þetta verði ekki bara samtal við hann sjálfur en það næstu 4 ár. Við erum bara að sjá það núna. Það ekki búið að ákveða eitt eða neitt. Þetta eru valkyrjurnar að taka völdin sem var tekin þetta út sem að eina klippu fyrir að vera uppselt. Hvernig væri að spyrja mig? Ég væri til í að spyrja þig. Ég ætla bara að láta að vita það að þú fær svar. Þú varst að flytja núna þingsályktunum að draga aðildarumsóknuna að ESB tilbaka og gera það myndarlega í þinginu fyrir nokkru viku síðan. Af hverju greiddur ekki atkvæði með því? Það komst ekki til atkvæði. Ég er búin að gera það 5 sinnum. Já. En nú ætla ég bara að benda aðeins á það sem við erum að tala útlendingamál. Við erum að tala útlendingamál. Þetta enn eitt mál sem það var í rauninni, það voru stigin ákveðin skref í sumar
í áttina því að reyna að koma einhverju skikki á það sem var algjörlega búið að vera stjórnlaust í fanginu á ykkur í allan annan tíma. Og við vorum í rauninni farin að fá í fangið svo óbóðslega mikinn fjölda af einstaklingum sem við ætluðum að hjálpa, helst öllum heiminum, að við gátum ekki staðið undir því. Við erum búin að breyta því. Ég er að tala. Við jaðarsettum fólkið sem við þóttust alltaf hjálpa. Við tókum móti allt og mörgum. Okkur vantaði húsnæði, okkur vantaði allt. Innviðirnir í ykkar fangi voru gjörsamlega komnir að brauðfótum. Og þetta var allt saman að hrynja og þið vitið það sjálfur. Og hvað gerðist? Þið komu loksins með eitthvað sem var í áttina því að reyna að taka á því og koma á einhverju skikki á í rauninni löggjöf sem var búin að vera í mólum frá því að hún var rústuð þarna árið 2016 undir stjórn forsætis Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. En allavega hver er punkturinn líka? Punkturinn er sá, ég greiddi atkvæði og við með þessu frumvarpi sem þið komið fram með. Já. Það sem að gerðist þar og er núna að gerast, þegar við erum að tala að við ætlum að fylgja því sem í Norðurlöndunum, þá erum við aldrei að tala það að við ætlum að hafa lægri þröskuld hér, þannig að flóð fólk sem að leitar hér alþjóðlegri vernd flæði allt til Íslands. Það kemur ekki til greina. Það kemur aldrei til greina. En það er líka annað sem við segjum, sem þið höfðu ekki pung til að geta staðið undir í sumar og stunguð hausnum í sandinn með það. Við ætlum að koma því á að erlendir glæpamenn sem fremja hér glæpi þráttur að fengi hér alþjóðlega vernd og fremja hér mikla glæpi, eins og þessi ágæti maður sem hefur tekið upp eftirnafn fyrir fráfarandi forseta, að við munum umsvifalaust. Frumvarpið er tilbúið í ráðuneytinu. Já, það er of seint rassinn gripið þegar þú komið aftur buxurnar. Nei, hafðu bara pung í að koma með það. Það er í ráðuneytinu. Þú ert of seint. Eins og ég sjá, þá var ástæða fyrir þessari ræðu minni. Blöskráði. Þessi gervigreinda ræða þín, hún var til. Þetta gengur allt saman bara út í tóma vitleys. Við erum með 5.000 manns frá Úkraínu. En Sigmundur, við erum með 5.000 manns frá Úkraínu. Sigmundur Davíð gagnrýndi óreiðuna sem myndaðist í kringum þetta. Hann kallaði Yazan leiksopp ráðherra og stjórnvalda í ríkisstjórn. Þú hefði bara viljað framfylgja lögum og senda drenginn heim, hafa þetta skýrt. Hérna í hlénu voru það að segja að þetta verið létt og skemmtilegt, svo verið þið útlendingar. Og við erum búin að hanga hér í kvótakerfinu, nú erum við komið í þetta viðkvæma mál og þetta er síðasti dagur ársins og þeir eru bara hundleiðileg. Velkomin í ríkisstjórn, Inga, velkomin í ríkisstjórn. Það er þá sem þú þarft að hafa skoðanir á erfiðum málunum og getur ekki bara gasparað. Þú getur ekki bara verið með gervigreind. Það er ekki hægt að segja hana brandara tvisvar. Það stendur á þig bara, gervigreind. Mér finnst fólki skemmta sér bara mjög vel bæðu þig. Þannig að ég ekki hafa áhyggjur af skemmtanagildinu. Hvað segirðu sér? Já, takk. Já, takk. Í fyrsta lagi sammála forsætisráðherranum það að það sé ekki hægt að leysa þessi mál í fjölmiðlum. Það á ekki að velta á fjölmiðlum hverjir fá dvalarleyfi hér eða hæli og hverjir komast í viðtal og geta, sagt færi sínu ekki sléttar. Það verður að vera einhver regla á þessu. Og það hefur ekki verið á Íslandi að sama skapi og er orðið á Norðurlöndunum, sérstaklega í Danmörku. En það hefur kannski trúanir ríkisstjórn? Nei, ekki eftir það sem ég heyrði hérna áðan. Svona. Því að forsætisráðherrann var að segja að það þyrfti ekki að breyta þessu hér. Hún sagði það ekki neitt. Jú, Inga. Vildi ekki einu sinni líta til flokkssystur sinnar innan gæsalappa í Danmörku. Þráttir að það sé augljóst þörf á því og miklu meiri jafnvel en í Danmörku eins og hlutirnir eru að þróast. Þetta er stjórnlaust hér og það dugar ekkit einhver svona bútasaumur eins og þessi ríkisstjórn kom með 2 lítil útlendingafrumvörp. Það þarf ný útlendingalög sem taka mið af aðstæðum eins og þeir raunverulega eru og það er ekki rétt, Inga, að ég hafi verið forsætisráðherra þegar þau lög voru. Þú varst á víst. Nei. Það var rétt, þú varst rétt komin í frí í nokkra mánuði en þú varst búin að vera byggjað upp á þínu kjörtímabili í þverpólitísku starfi frá því þú varst forsætisráðherra 2013 að þessi útlendingalög eru gerð. Reyndu þetta ekki? Höldum áfram. Inga, ég var á móti þessum útlendingalögum frá upphafi og það hefur margoft komið fram undanfarin ár að ég taldi þú stórhættuleg. Það þýðir ekki, þú upplifir þetta nú í Sprengisandi þegar þú fórst að reyna að garga yfir þáttastjórnum og saka hann ósvífni fyrir að halda fram staðreyndum. Nú ertu komin í ríkisstjórn. Hvað var það? Inga. Hvað var það? 48 dagar standið? Já, nú ertu komin í ríkisstjórn. Ertu komið þangað? Nú,
Erum við komin að skaki núna? Inga, eða þegar... Nei, Sigmundur, ef þú ert búin að gleyma því að þú átt forsætisráðherra frá 2013 til 16, þá get ég bara ekki hjálpa þér. Inga, þetta dugar ekki lengur að henda einhverju svona fram, reyna að vera sniðu og garga það nógu hátt. Dugar ekki lengur. Þú ert komin í ríkisstjórn. Og hvað með það? Nú þarf þú að bera ábyrgð. Heldur ég hafi ekki alltaf gert það? Þú tala af ábyrgð. Nei, þú hefur aldrei gert það. Ég mæti þetta kosti í vinnuna og greiða það. Sjáðu, þetta er allt svona, sko. Inga, þetta virkar ekki. Að búa til einhverjar sögur og reyna að íta þeim áfram. Nú þarftu að fara að tala um stjórnmál. Af alvöru. Ég hef aldrei gert annað og ég get alveg látið vita það að þú kemst ekki með tæknar það sem ég hef hælana. Ekki með tæknarinn. Kannski ekki að garga. Þú ert orðin ráðherra. Það er bara vegna þess að þú ert ennþá í mútum. Það er ekki mér að kenna. Þetta er allt svona. Er þetta við hæfi? Nú eiginlega bara spyr ég, sko, það er konur sem að leiddu hana til valda. Verður þetta svona í þessari ríkisstjórn? Verður engu svarað pólitík, þurfum menn ekkert að rökræða, verður bara gargað með einhverja frasa og útúrsnúninga. Það er það sem ég óttast. Og það sem ég óttast næst mest... Ertu afneitað þú hafi verið forsætisráðherra frá 2013 til 16? Við erum búin að afgreiða það. Nei, menn er hann að afneita því, eða? Við skulum halda áfram, við skulum ekki festast þarna. Það sem ég óttast næst með þessa ríkisstjórn eru útlendingamálin. Og hún muni ekki taka á þeim í samræmi við tilefnið. Og það sem ég heyri hérna í dag, eikur eiginlega á þær áhyggjur minnar, að þær skuli ekki gera sér grein fyrir þörfina fyrir að taka á þessum málum. Ég meina, Inga sagði eitt þetta fyrir kosningar, svo segir hún eitthvað allt annað núna eins og í öllum sínum málum. En þær konur sem að bjuggu til þessa ríkisstjórn, Kristrún og Þorgerður, þær þurfa að taka ákvörðun í svona stórum. Ekki gera lenda árið 2024 sem við Davíð. Hún er bara fullgildur meðlimur í þessari ríkisstjórn. Já, ég vil gjarnan að hann svari spurninginni. Hvað sóttu margir alþjóðlega vernd árið 2024 versus árið 2022 og 2023, þú pólitíski sérfræðingur? Þriðji mesti fjöldi í sögunni. Hvað var það margir aftur, segiru? Yfir 2000 manns. Nei, og hvað var mörgum brottvísað af þessu fólki? Það bil 2000 manns. Brottvísað? Herru, veistu af hverju brottvísað? Af þessu 1700 ríflega sem var búið að sækja hér vernd í október, hvað það búið að brottvísa mörgum? Þú ert ekki að, sko, það er ekki talið með í þessum tæpu eða rúmlega 2000. Við ætlum ekki að festast í svona smáatriðum, krakkar. Við ætlum að halda áfram. Já, þeir sem er brottvísað, það er bara ekki hægt að búa við þetta. Þeim sem er brottvísað, þeir eru ekki taldir með í þeim sem fá... En þú varst að kasta spurningu hérna til Þorgerðar. Já, og nú ætla Þorgerður Katrín að fá svar og 30 sekúndum, svo ætlum við í allt annað. Já, en þetta var þriðji... Já, það er betra seint en aldrei. Þetta var þriðji mesti fjöldi í Íslandssögunni. Ok, glæsilegt. Þú varst að kasta hérna svolítið spurningu fram. Það sem skiptir máli er að halda áfram að reyna að ná allavega einhverjum ákveðni stjórn og yfirsýn yfir þennan málaflokk. Margt hefur áunnist, annað þarf að gera betur. Hluta því er að efla meðal annars, sem að við stelpurnar tókum ákvörðunum, er að efla löggæsluna. Við ætlum strax að fara í það að fjölgum 50 meðal annars með áherslu hér á suðvesturhlutan, meðal annars á Keflavík. Og við höfum líka sagt að þeir glæpamenn sem hingað koma og sækja eftir hæli eða hvað það er, að þeim verður vísa strax út. Hitt síðan, og það er þar sem er náttúrulega stór munur á til dæmis okkur og í Viðreisn á sínu tíma, núna bara á þessu síðasta kjörtímabili og síðan Sjálfstæðisflokknum, er að við viljum að virða alþjóðalög. Þar á meðal sáttmála réttindi barnsins. Og við drófum einfaldlega línunni í sandi þegar kemur að börnum. Og við verðum að hafa, talandi punga hérna, við verðum að hafa punga og dug í það að taka mannúðlega á móti fólki í neyð, ekki síst börnum. Þannig að það er allavega þannig, við þurfum að þora að segja, landið okkar er ekki lokað, en landið okkar er heldur ekki opið. Ekki galopið. Við þurfum að ná jafnvægi og stjórnun á þessu. Það er margt sem hefur verið gert rétt. Við þurfum bara að halda áfram með þetta, meðvituð okkar alþjóðlegu skuldbindingar sem snerta meðal annars á mannréttindum og fleira. Við hins vegar, við stelpurnar töluðum meira þegar kemur að þessum útlendingamálum. Við sögðum allt í lagi, það er að fækka núna, en það sem er lykilatriði fyrir okkur er að einmitt, og það var svo dásamlegt að hlusta á Jassan, vera að stíga sín skref inn í íslenskuna og inn í íslensku heiminn, að leyfa fólkinu að fá tækifæri til þess að raunverulega ná tökum á íslenskunni, ná tökum á því að verða hluti af samfélaginu, að því við þurfum fleira fólk til þess að halda uppi okkar samfélagi, hvaðan sem við komum. Og það finnst mér vera stóra verkefni þegar kemur að móttöku útlendinga, hvernig við gerum það. Og ég aðeins vil snert á því sem að Sigurður Ingi sagði, ég tek heilsugar undir með þér, hvað
hvað eignarhald á jörðum varðar og ekki síst þegar kemur að auðlindum og aðgangi á auðlindum. Þetta er eitthvað sem við ræddum, við settum að hluta til inn í stjórnarsáttmálann og er eitt af þeim verkum sem við ætlum strax að fara í. Þetta er alvöru mál og ég bara ætla að segja takk við Sigurður Inga að halda þessu máli á lofti og við þurfum og erum sameinuð í því að við þurfum að setja ákveðin mörk. Það er það mikið í húfi upp á framtíðina þegar kemur að auðlindum okkar eins og ég tala nú ekki vatnið að við verðum að setja miklu skýrari ramma. Þetta er allt innihaldslaust tal og brottvísanirnar á þessu ári, brottvísanirnar voru á vegum lögreglustjórans á Suðurnesjum. Já, við þurfum að styrkja hann. Embættið tók upp á því á sjálfu sér. Við þurfum að efla hann. Já, við þurfum að efla það embætti og þetta svæði og við erum með frábæran dómsmálaráðherra núna sem að mun taka vel utan þennan málaflokk og við þekkjum hana bara. Mér langar svo að spyrja nýjan utanríkisráðherra. Já, það er ég. Já, það er þú. Lesendur Vísis vilja líka fá svar við því. Þeir vilja vita svona afstöðu þína ástandið á Gaza, Palestínu-Ísraels stríðið sem í gangi. Fólk vil vita, munu þið segja að þarna sé verið að fremja þjóðarmorð? Hvaða skilgreiningu sem nota? Nú ætlum ég bara meðal annars að vitna í Norðmenn sem eru svona af þeim Norðurlandaþjóðum mest svona aggressífir þegar kemur eða svona ákveðni þegar kemur á málefnum Palestínu. Að þá eru hræðilegir hlutir sem eiga sér stað. Við vitum að öll grunninn að þessu er hryðjuverkaárásin Hamas 7. október fyrir rúma ári síðan, en það hvernig Ísraelsmenn hafa brugðist við, hvernig þeir hafa verið með yfirgengilegum hræðilegum hætti ráðist inn á Gaza og farið markvisst núna bara undanfarið að spítulum, að innviðum og við erum að sjá að þetta er að vera aun, að það er hægt að tala mun skýrar og nýta röddina enn frekar, en ég vil í þessu samhengi, ég vil vera í samfloti með Norðurlöndunum, ég viðurkenni það alveg, ég lít til þess sem að Norðmenn eru að segja og ætla að veita mér það svigrúm, en leið vil ég líka draga fram. Hvað eru þeir að segja? Já, það er ekki alveg einhugur innan Norðurlandana, við erum að sjá svolítið breiddina á þessu og ég held að talandi alþjóðalög og alþjóðasáttmála, við þurfum að passa upp á það og við þurfum líka að standa við það sem að ég fagna sérstaklega að þingið hér heima náði þverpólitískt, og þá voru 8 flokkar náði þverpólitískt að sameinast ákveðna yfirlýsingu þegar kemur að þessu fordæmingu á framferði Ísraelsmanna þegar kemur að þessu átöku fyrir botni Miðjarðarhafs. Við þurfum líka, og við Íslendingar, við höfum tekið undir það og síðastu utanríkisráðherra gerði það, að við verðum að mótmæla því þegar Ísrael er að gera allt til þess að stoppa meðal annars hjálparstofnun eins og UNRWA og fleira. Við þurfum að veita fólki sem er í svona mikilli neyð eins og er á Gaza, við þurfum að veita þeim þá hjálp og það aðstoð sem hægt er. Við getum farið í sama laga tæknilegu skilgreiningu hvort sem að það er þjóðarmorð eða ofbeldi eða hryðjuverk. Ástandið á Gaza er algjörlega óþolandi og alþjóðasamfélagið verður að tala skýrar og gera meira. Það er mín skoðun. En það er ekki verið að fremja þjóðarmorð? Eins og ég segi, það sem að þú vilt, mín skoðun er að horfa á þetta. Ef að þjóðarmorð er það til þess að lýsa yfir hryllilegum aðstæðum, gríðarlegu ofbeldi, þá getur fólk talað um þessi þjóðarmorð. Það er bara lagatæknileg skilgreining á alþjóðavísu sem þú þarft að fella undir. Ég bara veit ekki ennþá hvort það falli undir. Ég horfi á atburði sem segir mér þetta gengur ekki, þetta er hræðilegt og við getum notað hvaða orð sem er, þetta verður bara að stöðva og mér finnst alþjóðasamfélagið að einhverju leyti hafa brugðist hvað það varðar, alveg eins og það hefur brugðist líka við það að taka á ýmsum öðrum þáttur sem við verðum og rótum þessa vanda sem eru meðal annars uppeldisstöðvar í Íran þegar kemur að hryðjuverkasamtökum. En ég mun fara sérstaklega vel yfir þetta og ég vil gjarnan að Ísland tali aðeins skýrari röddu heldur en það hefur gert þó margt gott og ég vil hrósa mínu forvera fyrir margt gott sem hún gerði í því embætti sem ég er núna í. Takk. Glæsilegt. Við ætlum að léttari nótur. Við ætlum aðeins að kíkja bak við tjöldin við tölum íslenskuðan, hún er ekki bara flókin fyrir jazsan, fréttamenn eru upp með að bera upp spurningar og pólitíkusar að svara þeim líka. Við ætlum aðeins að sjá hvað gengur á og Katrín Jakobsdóttir, hún er ekki hér en hún leikur alltaf stórt hlutverk, aðalhlutverk í þessum þætti Kristhildar. Sjáum aðeins. Very good evening. We're broadcasting live from our headquarters. Here are the headlines.
Ég var að horfa á þess að helvitis grín þátt ykkar. Annalinn hana. Já, og ég hugsaði bara, er ég eina manneskjan? Náður þess ekki, fer þetta ekki Annalinn á næsta ári? Ég fór bara að hugsa. Er þetta eitthvað með mig bara? Eru allir aðrir bara eitthvað? Innra lagið þværist alltaf, þú veist með það inn í skyrtinu. Á ég að taka það út? Þetta er alltaf bara að vera kjur. Þetta er rosa fín skýrsla. Já, það pissa á mig. Nú, þú mátt hlaupa það vilt. Er þetta ekki? Jú. Er það í lagi? Það er í lagi. Takk, annars eru þetta eitthvað skrítið. Ég pissa á því að viðtala. Hann er að pissa. Verði vandist til að hann lagði fram og ég láta mig fara að hlaka. Þetta er mjög spennandi. Já, geir, við getum smá geir. Já. Við getum kannski kvötta bara. Verði vanstrist. Ok. Getur eitthvað sagt mér frá því máli? Nei, ekki bara, ekki... Sorry. Ég fór að hlæja. Það er kortir í veðri. Já, þetta er mjög gott. Okay. Við hérna úr Vesturbænum. Ég er náttúrulega svo kolröng á stað, sko. Já, og... Einn, tvo, tvei. Þú gleymir aldrei þessum augum. Þú gleymir aldrei þessum augum. Ég kveikja í þér enn. Þú gleymir Þú ert að horfa á Stínu í myndalinu til mér. Stara á hana. Ég kveikja í þér enn. Já. Það var hvergi minnst á það að lækka vexti. Þannig að ef við förum svona, ok, hvað hefur þá breyst? Náttúrulega augljóslega er það verðbólgan, en svona framhald af því sem Una kom inn á, ef það hefði ekki komið fyrir þessi pennastrikk hjá hennu opinbera á verði. Vel ég í drauma höll og dagana lofa. Þú ert að skila inn frambandinu og væntanlega komið nógu marga meðmælendur? Já, það var að vera komið hérna og ég er hérna númer 7 og það verður að kjósa 7. forsetann. Þannig að... Það er 007? Það er ekki númer. Já, 007. James Bond. Ég hugsa ekki það. Handbröð þjófana voru svipuð í langflestum tilvikum. Ætlið að halda áfram að vera svona erfiðir hérna í Fossvoginum? Við erum ekki erfiðir. Ok, þar hafið þið það. Prakkararnir 3 í Fossvoginum hafna ásökunum að þeir valdi hér usla. Aftur yfir til þín. Kærum við þetta aftur? Allt í góðu. Allt í góðu. Herru, nú kemur það. Allt það þrendir. Eitthvað til að bæta við? Nei, þetta er bara mjög... Nei, erum við ekki bara góðir? Allt í lagi. Takk. Hvað eigið þið og rekið margar hlustustöðvar á höfuðborgarsvæðinu? Ég veit ekki. Það er ekki alveg úr. Ég verð að stoppa, sorry, það er að byrja að gjósa. Sorry, bara ég var að fá frá Vestfjörðum og ég bara hringdu núna. Ok. Þannig að byrja að gjósa, sorry. Nei, ekki mál. Oh my god. Að laga þetta. Bara einhvern veginn. Vera almennilegur. Vera almennilegur. Nei. Einfaldaðu bókhald fyrirtækisins og hengdu kvittanir við kortafærslur í appinu. Landsbankinn. Léttari heimur með íslensku áli. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Norðurál. Heiðrum ferðalög sem færa okkur nær hvort öðru. Hittumst yfir hátíðarnar. Askja.
Við framleiðum ánægða viðskiptavini. Ísland skrifstofuhúsgögn, Skeifunni 8 og hislan.is fyrir ánægða viðskiptavini. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Byko. Nákvæmlega þetta gull. Okkar bjór. BMW X3. Njóttu lífsins. BL Sævararða. Gildi lífeyrissjóður sendir sjóðfélögum sínum og landsmönnum öllum bestu óskir gleðilegt nýtt ár með þökk fyrir árið sem að líða. Gildi lífeyrissjóður. Hvað heldur sem best að gera í senstöðu? Hér. Það í gegn? Já. Ok, ekki. Þú ert sérfræðingurinn. Mun að horfa á kúluna. Svo hitt hún bara beint í hóluna og fekk fugl, eða örn, held ég. Já, börnin ykkar eru alveg ótrúleg í íþróttum. Þess vegna styðjum við þau öll. Lotto, leikurinn okkar. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM. Óskum viðskiptavinum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Jysk, góð tilboð. Veit ekki hvað vakti mig, vil liggja stund. Togar í mig tærbirtan, lýsir mína lund. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Collab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Í meir en 100 ár hefur Alþýðusamband Íslands barist fyrir bættum kjörum launafólks. Baráttan hefur alla tíð byggst á grunni hugsjóna réttlátt samfélag, samkennd og betri kjör. Með samstöðu félagsfólks hafa unnist margir sigrar. Sigrar sem kostuðu oft mikil átök og miklar fórnir þess verkafólks sem stóð í eldlínunni. Í dag eiga 150.000 manns aðild að ASÍ í gegnum stéttarfélög land allt. ASÍ berst fyrir réttindum alls félagsfólks, óháð kyni, búsetu og þjóðerni. Sem mikilvægasta afl framfara og breytinga í landinu mun Alþýðusambandið hvergi gefa eftir í varðstöðu almannahagsmuni og baráttu fyrir auknum jöfnuði og lífsgæðum. Einfaldaðu bókhald fyrirtækisins og hengdu kvittanir við kortafærslur í appinu. Landsbankinn. Léttari heimur með íslensku áli. Við óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Norðurál. Heiðrum ferðalög sem fær okkur nær hvort öðru. Hittumst yfir hátíðarnar. Askja. Við framleiðum ánægða viðskiptavini.
Histlan skrifstofuhúsgögn, Skeifunni 8 og histlan.is fyrir ánægða viðskiptavini. Já, næst ætlum við að kynna fjölhæfan listamann sem kann heldur betur bæði að semja texta og lög. Hann gaf út sína fyrstu skáldsögu á árinu sem að heitir Gegnum trekkur og frumflytur nú lagið mann sem móðgast. Þetta lag var reyndar að koma bara út í dag. Þetta nýja uppáhaldslagið. Hlustið vel á textan, lof mér að kynna Einar Löfdal. Gjörðu svo vel. Og yfir auglýsing á MBL frá kynlífstækjabú. Mann sem að kann að hvæsa á afgreiðslu fólk og tók það nærri sér að frúin skildi kaupa haframjólk. Kaupa haframjólk. Ég þekki mann sem að móðgast þegar mannanafna nefnd leyfir nöfn sem samkvæmt honum eru farsakennd. Hann hefur áhyggjur af unglingunum út gerfalt land að þeim skuli dett í hug að segja eigðu góðan dag, eigðu góðan dag. En það meinlaust að móðga, meinlaust að móðga. Ég tel mig trú það að það sé hluti af skrefum framfara. Mögulega það merkjum vaxtarverki þessa samfélags. Okkar maður hefur móðgast yfir húsfundi á Teams. Okkar maður tók það inn á sig að bónus breyttum grís. Okkar maður skilur ekki þessi tattúflegin föt. Það persónuleg árás ef þú borðar ekki kjöt. Borðar ekki kjöt. Og þessi maður á sinn rétt á bílastæði niður í bæ. En heyr hann orðin trans og hán þá slær hann sér á lær. Þessi maður hefur móðgast yfir íslensku með hreim. Frussandi á tölvuskjáinn, sendið hyskið heim. Sendið hyskið heim. En það meinlaust að móðga? Tel mig trú það að það sé hluti af skrefum framfara. Mögulega það merkjum vaxtarverki þessa samfélags. Mögulega þokumst við í áttina að miklu betri stað. Sjálfur hef ég móðgast yfir skrifum þessa manns, þjáðst af kjánarhrolli því að ég frændi hans. En þegar hittumst við í boðum þessi maður og ég, aldrei legg ég í að eiga samtöl óþægileg. Takk fyrir. Einar Löfdal, til hamingju með lagið. Já, þetta frábært lag. Geggjað lag og örugglega einhverjir hérna við borðið sem að mögulega hafa móðgast yfir einhverjum þessara hluta eða þekkt. Það mig. Ekki allt. Hengdirðu við eitthvað að segja út af því það? Já, sumt. En ég ekki frendans, þannig að ekki svo ég viti. Er þetta lýsandi fyrir íslensk samfélag að einhverju leyti? Tengið við þetta? Ég svona einhver frænda frængu? Maka? Ég held sko, það hefur orðið mjög mikla breytingar á íslensku samfélagi á skömmum tíma og það ekkert óeðlilegt við að fólk spyrja sér spurninga og finnist eitthvað óþægilegt og það þetta bara partur af því, sérstaklega þegar maður í þessu starfi, maður hittir alls konar fólk, að geta hlusta á meðteki, þetta dregum að línuna á sumum stöðum.
En samfélagið hefur líka breyst alveg ofslega mikið á síðustu 50 árum og við leyfum okkur að segja hluti í dag sem við leyfum okkur ekki að segja áður. Og þannig að ég nú bara vongóðum að við erum að færast í rétt átt. Einmitt, en það verður stundum umræðan óvægin og samfélagsmiðlum og örugglega eitthvað sem þið fundið í kosningabaráttunni nýafstaðinni. En Þorgerður, það kannski búið að vera meira óvægi hér við borðið heldur en í kosningabaráttunni. Hann í svo miklu stuði þarna við hliðina þér. Bjóstu ekki við? Hann? Já, hann Bjarni. Ég er líka í stuði. Allir í stuði hérna. Já, það er allir í stuði. Jú, Bjarni bara að gera sína plikt og ég verð að segja að mér finnst gott að finna ástríðina hjá honum með þá. Já. Mér fannst það gott. Nei, kosningabaráttan var, ég man ekki nú með hvað þessar kosningar voru hjá mér en þetta var svona skemmtilegasta kosningabaráttan. Í Viðreisn við ákvaðum að hlusta ekki mikið hvað aðrir flokkar voru að segja, heldur miklu frekar að tala um það sem við vildum gera og það var gaman og við vildum hafa jákvæða kosningabaráttu, við vildum ekki tala einmitt niður aðrar hugmyndir talandi tjáningafrelsi, það hafa bara allir frelsi til sinna skoðana og já, ef að þetta er það sem koma skal, það held ég að vera svolítið gaman á næsta ári og það verða hressileg samtöl milli stjórnar og stjórnarandstöðu því ég held að við getum bara lofa því hérna við borðið. Já, en hann er kannski bara svektur að vera ekki með þér í ríkisstjórn. Ég held að Bjarni keppnismaður auðvitað eru menn, þú veist Bjarni, eins og ég segja, hann bara getur svarað fyrir sig, hann er ekki svektur. Ertu svektur Bjarni? Já. Ég veist að þetta er einhver... Ég var eiginlega að taka þetta nærri mig fyrir hans söndag. Þetta er einhver aumlegasta svar sem ég heyrt lengi í pólitík þegar ég færði fram einhverja gagnrýni á þessa stefnuyfirlýsingu stjórnarinnar. Ég heyri frá Ingu, hann er bara svektur. Þú ert svektur? Veistu hvað, ég held að Inga Sæland verði ákveðin draum að ráðherra stjórnarandstöðuna. Spurning hvort maður einhvern tímann spyr einhvern annan. Kannski maður spyrir bara Ingu Sæland, heilt kjörtímabil í óundirbúnum fyrirspurnum. Be my guest. Og þá kannski smám saman rennur fyrir fólki að það er ekki að koma neitt svar. Og það er það sem ég á við, sko, þegar ég er að tala um að... Þú svara mér í óundirbúinni fyrirspurn í 7 ár. En það kemur aldrei. Inga, þú veist ég hef alltaf verið þinn uppáhaldsráðherra. Þú ert að segja að við erum margótt. Aldrei svara mér. Þú voru alltaf sagt mér það. Aldrei svara mér. Ég svara bara. Þú suða bara. Nei, ég svara mjög vel, sko. Þetta er allt saman bara fínt fólk, við erum öll bara... Já, þeir eru líflega. Getum alveg tala saman. Umbúðalaust. Já, umbúðalaust. Já, það er flott. Nú fer að líða að áramótum hraðar og hraðar. Það er bara, þessi þáttur hefur liðið allt og hratt. Algjörlega. Það fer að koma... Nema við erum slögtu þegar við tölum kvótakerfi hérna í byrjun. Þeir koma kannski eftir núna. Við erum að fara á persónlega nótur. Á þessum tíma árs þá lítur fólk í eigin barm og horfir fram á við og veltir fyrir sér hvað get ég gert betur. Við höfum gert það svona síðustu ár. Já. Og Bjarni ætlaði að fara á Herðubreið, tókst það á árinu? Það tókst ekki betur en að það var skipulagt á sama tíma og ég þurfti að vera í innsetningu forsetans og við reyndum að færa tíman og þá var ekki gott veður, þannig að ég á það inni sem markmið. Og hvort er skítaveður í sumar? Það verður betra veður næsta sumar? Já, það var ekki nóg gott veður. En ef við kannski að byrja bara á Bjarna og spyrja hvort það sé eitthvað svona heitt fyrir utan það að fara á Herðubreið. Það að færa endur nýjast. Já. Er eitthvað ný áramóta heitt? Ég veit það ekki, sko. Nú geti þetta að skoða það að gera eins og sumir sem að hafa svona tapafylgi, að stofna nýjan stjórnmálaflokk og búið til podcast átt. Það er að gagna sem er mjög vel. Kannski að stofna nýjan flokk. Þú mátt ekki koma sem gestur. Hann er alltaf að bjóða ykkur gestur. Ég er að læra þér og kannski Þorgerði, bara að fara í nýja kennitölu og opna podcast átt og gangi endur nýju lífdaga pólitískt. Það geti verið eitthvað til þess að skoða. Og svo er bara þetta hefðbundna, sko, að fara í megrun og hringja oftar í mömmu og fara á fjöll og svona. Þú varst með eitthvað markmið í bekk í kosningabaráttunni, svo náður ekki? Já, ég var dreginn í bekkpressu sem ég hef ekki farið í lengi, en ég var glaður, ég fór létt með 100 kílóin, sko. Það var ekkert alveg sjálfsagt. Ég hef langt sinni verið með stöng. Leiðilegt að vera að minna svo það. Já, fyrstu, ég meina, ef þú ert að skora mig í bekkpressu, þá er það ekki alveg líka. En Kristrún? Þetta er búið að vera rosalegt ár hjá þér, mikla breytingar eins og hjá reyndar mjög mörgum hér við borðið, en hvað sérðu fyrir þér á nýju ári? Þetta verður náttúrulega
risa áskorun að taka við þessu starfi sem ég er komin í og leiða þessa ríkisstjórn. Og eins og hér hefur svo glögglega komið fram, það náttúrulega bara mikla væntingar og fólk mun gera miklar kröfur og það verður lagt hart að okkur. Og þess vegna þurfum við að nýta tíman mjög vel strax fyrstu mánuðina og það þetta svolítið sérstakt að koma inn í ríkisstjórn eins og ég nefndi hérna kannski áðan, svona yfir jólin, þegar að stjórnkerfið kannski ekki á 100%. Þannig að þetta verður auðvitað eitthvað sem að verður vakin og sofin yfir. En sko ég ekkert að fara að segja neitt spennandi hérna. Þú veist, ég þarf að hreyfa mig meira og svo þarf ég bara að eyða meiri tíma með fjölskyldunni. Það bara þannig og ég held að fólk hljóti átt sig á því að þegar maður komin í svona starf og maður með börn á, það eru báðar leikskóla, stelpurnar mínar, þá gerur mjög lítið annað en að vinna og vera með fjölskylduna þinni. Og þá bara þetta jafnvægi sem þú ert alltaf að huga á, hvort sem þetta heiti eða það sem þú hefði betur vilja fara, sko. Einmitt. Ef að fara hérna yfir hinn vænginn? Já, nú ég sko laus og frjáls. Það var ekkert endilega markmið. En nú bara spennandi ár framundan, þar sem maður getur sinnt hugðarefnunum betur. Ég var nú búinn að segja einhvers staðar þar sem að einhverjum datt í hug að búa til þá þvælu og ég væri að fara til Rómar í eitthvað jobb. Að eina sem ég ætlaði að fara væri að fara í kallakórinn minn. Og ég búinn að boða komu mína. Þeir hafa tekið vel í þetta, þannig að ég vona að það verði skemmtilegt. En fyrst og fremst náttúrulega bara hlakka ég til 25-24 var ömurlegt ár. Ekki bara út á kosningunum, sko. Það var ekkert sumar. Sigurður Ingi, þú laugst þættinum í fyrra með því að segja orðrétt 2024 verður frábært. Já, og ég lifi samkvæmt þessari kenningu. Að alltaf bjartsýnn. Alltaf bjartsýnn. Og ég bara trúi því að 25 verði bara býsna gott ár. Þar sem að ég fæ tækifæri til að fara hringinn og sem ég hef ekki haft nægan tíma til að sinna. Bara sem formaður flokksins og hitta alla mína góðu félaga hringinn í kringu landið og efla kraftinn sem að í okkar gamla góða flokki. Ég ætla ekki að stofna nýjan. Þannig að ég bjartsýnn fyrir næsta ár og svo bara á persónulegu nótunum að ég á von á 12. barnabarninu á næsta ári. En ég þarf örugglega að fara að halda fleiri fjölskylduboð. Við vorum 1 fyrir 2 dögum og þar var eitthvað á 3. tug kominn af börnum og tengdabörnum og barnabörnum. Þá gaman að kunna bongótrommur og geta skemmt? Það finnst sko foreldrunum ekkert endilega. Það að segja ef ég fer að gefa barnabörnunum bongótrommur eða einhverja trommur. En þeim finnst fínt að koma í heimsókn til afa og fá að spila þær þar. En það tók að mitt einn með sér sko svona hljómborð og þau reyndu að skilja það eftir. Já, mér. Þannig að já, þetta verður bara skemmtilegt ár. Þetta verður meiri tími fyrir fjölskyldu og vini og alls konar hluti og síðan bara að geta skipulagt tíma sinn á þess að einhver aðrir skipuleggjan alveg í hörgul. Það er púkinn á öxlinni sem segir nú ertu laus, nú ertu frjáls. Sem svo hinn eitthvað aðeins argur yfir því að þú hafir átt eitthvað eftir. En það koma nýjar kosningar og nýjir tímar. En það verður ekki endilega meiri. 25 verður frábært. Já, frábært. Frábært ár. Við eigum þetta. Þökk sé ríkisstjórninni. Nei, það verður þrátt fyrir ríkisstjórninni. En Inga, hvað segir þú? Herru, ég segi svona líka gott. Árið 2025 já, það eru, hvað ég að segja, spánýjar áskoranir og að leggja mikið traust á okkur sem að ég hef gjarnan viljað kalla valkyrjurnar. Við erum búin að mynda ekki bara ríkisstjórn, heldur erum við komið með hóp af frábæru fólki sem að skipa núna nýja ríkisstjórn Íslands. Ég get í rauninni ekki beðið eftir að fá að takast á við öll þau stóru verkefni sem að við höfum áskilið okkur sameiginlega að hrinda í framkvæmd. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum að sýna á spilin betur þannig að þessir illalæsu einstaklingar mér á báða bóga get þá kannski séð það bara í raun hvað við raunverulega erum að segja og hvað við raunverulega erum að meina fyrst að ég kunni ekki að lesa milli línanna hjá okkur þessum fínu konum. Þannig að það eru rosa stór verkefni, mikil verkefni bæði í húsnæðismálum, öldrunarmálum og öllum þessum félagslegu málum. Það eru mikil erfiðleikar, það er mikil fátækt. Ég er komið með þessi mál að mínu hjarta
og ég mun gera allt sem í mannlegu valdi stendur af bara hjartans vilja til þess að standa undir þeim væntingum sem að mér hafa verið lagður á herðar og í rauninni 20.000 atkvæða, dýrmæta atkvæða sem hafa verið settar til Flokks fólksins og okkar þessara glæsilegu kvenna sem með mér er ríkisstjórn vegna Við erum svona í snöggum áramótaheita. Já, ég er bara að segja að við erum í raun og veru, ég get nú ekki tala styttra en hann, en við erum í raun og veru samstíga og hlökkum til að takast á í nýtt ár og ég veit það að þá eftir að koma mörgum og óvart hversu fallega framtíð við erum í rauninni að búa fallega landin okkar árið 2025. Takk fyrir þetta Inga. Sigmundur, í síðasta þætti þá átti konan að senda SMS og hún myndur að kaupa hund. Er komin hundur á heimilið? Já, hann er kominn. Hvernig gengur? Sko, ef ég man rétt þá voru skilyrðin annars vegar þau að þetta ætti að vera hundur sem að myndi ekki hata bréfbera af sömu áfergju og Emma. Ekki gelta mikið. Og ekki gelta mikið. Okay. Herru, þá var einhver hundur sem að mér var sagt að myndi nú bara ekkert gelta. Ég hef aldrei vitað hund sem geltir eins mikið. Og bara alveg stöðugt sko og tekur heilu arjurnar að gelti með alls konar tilbrigðum. Það er maður sem situr hérna í salnum sem sagði mér að eina ráðið var að kaupa svona rafmagnsól sem gefur stuð þegar að hundurinn geltir. Ég viðraði þessa hugmyndu kona mín og hún var bara reið. Þannig að það verður að finna aðra aðferð til þess að þagga niður í hundunum. Það er eitthvað áramótaheitt svona þar. Já, þagga niður í hundunum, já. En hundurinn er kominn. Og svo ætla ég náttúrulega núna bara að endurnýta, eins og ég ger oft, áramótaheitið að grennast. Ég byrja alltaf árið á því að grennast. Svo er ég spengilegur sumarið. Og svo byrja ég að borða til að geta endurtekið leikinn næstu áramót. Það er fínt hringur. Já. En þú Þorgerður? Hvað þarf að grennast mikið? Það var að fara í átak saman. Ég var að gera það. Já, kannski. Já. Það verður kannski minni tími til að borða? Það er alltaf tími til að borða. Ég held að þær tvær viti það að ég borða mjög mikið, mér er gott að borða og það er hluti af því sem að mig langar einmitt, krakkarnir mínir eru nú úti, ég ætla að reyna að læra eitthvað nýtt í eldamennsku. Mér finnst rosa gaman að elda, það er ákveðið svona sendæmi. Mér finnst ég vera pínu stöðnuð þar, ég er alltaf með svona sama tilbrigði og við stef, mér langar að læra eitthvað nýtt og sama hvernig ég fer að því. Svo langar mig, ég hlakka þetta mikið til, nýja ársins. Ég held þetta verði spennandi, þetta mun reyna á, það verða alls konar hlutir sem einmitt ég held að ég hafi hlustað á einhvern ríkisstjórninni gömlu. Það er þessi ófyrirsíðu hlutir sem við munum sjá þá hvernig þetta gengur allt saman. En ég hlakka ótrúlega mikið til nýs árs og ég horfa á þingflokkinn minn og annar á þetta verður aðeins öðruvísi og ég hlakka til þess. En síðan já, það er að læra matmil, svo kannski 20 viðbót sem ég ætla að lofa sjálf mig, ég er að fara HM í handbolta núna, eins og ég ger alltaf með fjölskyldinni og ég ætla að lofa að missa röddina eins og ég ger alltaf, það er ekki út af því að maður er eitthvað að fá sér öl, heldur það því að maður er að öskra á landið okkar. Er engin öl? Ég ætla ekki að upplýsa það hér. Jú, maður tekur alltaf eitt kaldan og sérstaklega í München, það var ótrúlega gaman þar. Þú mætti það, Bjarni, og það var Sigur Ingi, mætti þú ekki það líka? Nei, ok. Ég var að vinna. Þú hefur tíma núna. Ég var að vinna. Já, en þú hefur þá tíma núna. Ég sé þið í Zagreb, en síðan er kannski það sem að mér langar einmitt því ég var að gera rauðkáli í gærkvöld, það var ég að hugsa, ég skil ekki af hverju það kom í hausinn á mér. Mér langar að fara, það er langt síðan ég farið í reitur. Ég fór síðast í reitur með góðri vinkonu minni sem er einmitt á þingi. Áslaugu Örnu sem bauð mér óvænt í reitur og ég saknaði þess að því ég ólst upp á hestum og mér langar að fara aðeins aftur á bak og ég ætla kannski allavega að lofa mér einu góðu reitur í dag, Tinna eða allir þeir sem eru að hlusta, sko, takkið mig. Sigur Ingi, takk sem á bak, ég byrði það. Sjáum hvort það gefist tími. Það er að taka hann á bak. Já. Þess vegna hófast. En við höfum síðustu 2 ár endað þessa kryddsíld á ljúfum og mjúkum nótum og við höfum farið í hrósring og við ætluðum eitthvað að brydda upp okkur nýju, prófa okkur nýtt en það bara voru allir að spyrja okkur, farið ekki örugglega í hrósring, annars get ég ekki byrjað nýja árið.
fallegt. Það er eftirspurn, það er bara þannig. Því vöknar augun þegar þið talar svona fallega hvert við annað. Þannig að við ætlum bara að halda í hefðina, við ætlum að fara frá Húsring og þar sem að við erum hér með fólk í breyttum hlutverkum, þá ekki úr vegi að gefa kannski örlítið ráð í leiðinni. Að nýja stjórnarandstaðan gefi nýju ráðherrum ráð inn í nýtt ár og öfugt. Sigmundur Davíð gefið sjálfur sér ráð. Við ætlum að biðja Kristrúnu að byrja og við ætlum að biðja Kristrúnu að hrósa Sigurði Inga. Já. Mér finnst nú reyndar ekki erfitt að hrósa Sigurði Inga. Við hefum nú bara unnið ágætlega saman þó að við hefum ekki verið saman í ríkisstjórn. Það bara gott að vinna með Sigurði Inga. Ég myndi segja, mig langar að nefna eitthvað sérstakt, sko, þá ég mjög ánægð með áherslur hjá honum og hans flokki á mikilvægi landsbyggðanna. Og ég held að það sé eitthvað sem við munum líklega horfa mikið til á þessu kjörtímabili líka, mikilvægi þess að við sjáum landið sem eina heild og hans flokkur og hann hefur haldið því mikið upp í umræðinni. Og þetta eitthvað sem ég tók til mig því ég var formaður á sínum tíma að reyna að hafa það svona, hvað ég segja, lengra út fyrir bara Austurvöll. Ráð. Ég fór að hugsa, allt í einu fór ég að hugsa, kannski að fara að vera svona brjálæðislega mikið að gera hjá mér, finnst að hann heldur að sé ekkert að gera sem formaður í stjórnarandstöðu. En það getur nefnilega verið mjög mikið að gera sem formaður í stjórnarandstöðu og ég tók líka við flokki sem hafði verið á svolítið sérstökum stað og farið í gegnum Öldudali og það eru tækifæri líka í því. Það getur verið erfitt að fara í uppbyggingu en það heilmikill tími sem fer í það. Þannig að ég hvet hann líka bara til þess að fara svona í mögulega innri íhugun og tala með fólki sitt eins og ég heyri hann ætlar að gera. Þannig að það getur líka skilað mjög góðu og ég held hann byggja á góðum grunni. Takk fyrir það, Kristrún. Já, takk fyrir það. Ég þarf semst að fara að búa til plan. Já, nýtt plan kannski, nýtt plan. En og takk fyrir falleg orð. Sko, í þessum þætti fyrra þá var ég að skamma Ingu fyrir að vera orðljót og hún greinilega mundi þetta þegar ég heyrði hann að vera að tala um þetta í morgun á Rás 2 sem á náttúrulega ekki nefna hér. Jú. En þá talaði hún með svo mjúkum tón, allt viðtalið var svona eins og síðasta innkoman hennar. Það var bara eitthvað allt annað tón. Þannig að ég ætla bara að hrósa Ingu fyrir það að hún geti gert þetta og ráðið mitt það sama. Borðaði meiri krít. Er þetta það sem þú ætlaðir að segja við mig? Það er fallegt, af því að þá verður svona mjúk... Að ég vera eins og úlfurinn í rauðötu og ég ætla ekki. Þá verður svona mjúkmál. Nei, úlfurinn, hver var það sem átt krík? Það er kýlingandi 7. Já, einmitt, það voru kýlingandi 7. Ef ég man það rétt, en semst ef þú gerir það, þá held ég að það sé alveg hægt að ná til fólks með því að tala mjúkar. Og það mín ráð, vegna þess að það að vera ráðherra er ekki alltaf gott að æpa. Herru, ég þakka hjartalega fyrir hlý orð og ég skal lofa því að ég þarf ekki eins mikið að æpa vegna þess að þú ert ekki lengur í stjórninni. En allavegna og það liggur náttúrulega í hlutari seðli. En að hrósa Simma er náttúrulega engin vandi. Já, það er eitt sem er aðdáunarvert við hann og ég bara á ekkert einasta aukt ekki orði yfir. Það er alveg sem að hvað átinu hjá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, hann kemur alltaf niður standandi. Og Simmi er eins og Fönix. Hann rís alltaf upp úr öskunni, aftur og aftur. Og ég þakka honum sérstaklega fyrir kveðjuna þegar að loka tölurnar komu í síðustu kosningu og sagði, til hamingju, þú vannst. Herðu, já, ég gerði það náttúrulega. Þrátt fyrir að tala aldrei pólitík og kunni ekkert á þetta. En allavega þá er Simmi fylginn sér með eindæmum og hann er svona passlega mikið hrekkjusvín og ég kann rosa vel við það og ég skil vel að hundurinn skuli gelta non-stop alveg reynd og þú hafir ekkert kontról á honum þar held ég sett ekki á heimavölli en Sigmundur Davíð á heiðurskili fyrir það hvað hann er fylginn sér, duglegur og eljusamur sko fyrir utan þingja á yfir. Hann mætir ekki eins og oft þar en hann er bara komið með þetta. Ég var næstum komið með þetta en samsímóður, þeim er frábært og maður er ríkari af því að hafa fengið að þekkja hann og umgangast hann.
Takk fyrir það, Inga. Gleðilegt nýtt ár, elsku Simmi minn. Leiðis, við náðum sáttum svona í lok árs. Sjáum hvað næsta ár byrji í skautin sér. Og ég tala með einhvern. Þú ert að tala um Þorgerði? Já, það nú auðveldasta verkefnið. Ég hef búin að vera aðdáandi hennar í 15-16 ár. Við kynntumst einhvern veginn vegna mjög fljótt eftir ég komin að þing, bara vel. Manstu að það var í gegnum Evrópusamstarf. Við vorum einhverju útlendinga. Og ferðum við staðinn saman á því tímabili og svo höfum við alltaf verið í mjög góðu sambandi og ég vil nú bara fyrst og fremst hrósinni fyrir þrautsegjuna að hafa haldið áfram, þó við séum ekki sammála allt þetta, en að hafa haldið áfram sinni baráttu með þessum árangri að vera komið ríkisstjórn, þar sem að mér sýnist Viðreisn hafa fengið svona flest sitt fram og hefur orðin utanríkisráðherra sem að ég veit að Þorgerður mun standa sig vel í að mestu leyti ef hún er ekki of mikið út í ákveðið mál. En fyrst og fremst þetta, eftir öll þessi ár í pólitík og mörg þeirra höfum við þekkst en ekki öll, að hafa alltaf haldið áfram í gegnum þykkt og þunnt og svo náð þessu núna. Það er mjög virðingavert. Takk, elsku Simmi minn. Þrautsegja, Simmi sagði það. Þá við þig líka, kæri Bjarni. Náttúrulega, það er ekki allir kannski og það er kannski mitt ráð til þín að vertu þú sjálfur af því að þú ert alveg frábær manneskja. Þú ert, sjáðu með þessu augun að þig núna, sjáðu þig. Þú veist, hann er nefnilega svo miklu meira brosandi og hlýr fyrir það fólk sem að þekkir hann. Þú ert náttúrulega talandi um þrautsegjuna einmitt. Þú hefur staðið í gegnum alls konar ólgusjó. Þú hefur staðan að þér. Þú veist, jú, hefði árangur stundum verið betri, já, en stundum hefur hann verið líka frábær. Þú hefur náð að halda flokkniðinu mjög lengi í ríkisstjórn, meira heldur en aðrir. Það er afrek út af fyrir sig og mjög mikilvægt. Hvað á ég að ráðleggja nú að fara inn í stjórnunarstöðu? Það er eiginlega bara þetta, ekki fyrir einhverja stundar vinsældir breyta sjálfur þér. Af því að þú ert þannig, held ég bara með stýrmötu fyrir sjálfa þig, þannig að líka fyrir samfélagið. Þannig að haltu bara áfram og það hefur verið gott að vinna með þér í gegnum tíðina og þú hefur verið einn af okkar svona sterku stjórnmálamönnum á síðustu árum og vonandi verður ekki breyting á því. Gangi vel sem allra best. Þakka þér fyrir, gangi sömuleiðis vel. Það var væntanlega, já, ég var búinn að reikna þetta út. Þetta er frá einu... Og svo er hann mikill húmor, sem ekki gleyma því. Það er alltaf stutt í léttu lundina og það mætti koma líka ofta fram. Mér finnst það alveg ótrúlega góður eiginleiki hjá öllum í stjórnmálunum. En nú er það frá fyrrverandi forsætisráðherra til núverandi forsætisráðherra? Já, bara til hamingju með árangurinn. Það er ekki annað hægt en að óska ykkur góðs gengis vegna þess að þið eruð að fara að stýra meirihluta þingsins í framhaldinu og það skiptir máli fyrir land og þjóð. Það verður líka hrósað fyrir þann árangur að hafa, já, mér langaði að segja komið lífi í líkið sem að Samfylkingin var orðin, en þú veist, mikill árangur að endurheimta styrk flokksins og koma honum í þessa forystu og það hefur gerst náttúrulega vegna þess að þú hefur baráttu þrek sem að skiptir gríðarlega miklu máli í nýja starfinu og skýra sýn og það skilar árangri saman þegar það fer saman. Nú, ég ber að koma með góð ráð til þín. Já, varist vinstri slysinn. Það er nú svona ofarlega í huga en ég held að það sé kannski passa tíma sinn. Já. Það verða allir stanslaust hérna í þessu hér á hurðinni. Má ég aðeins bara fá þær 5 mínútur sem verða 50 mínútur og það er mjög auðvelt að fara í gegnum vikuna nánast þannig að maður er með hugmyndir sem að koma til maður þegar maður fekk smá andrými og ætlar að koma þeim í farveg, setja málin á stað og svona
en svo kemur eitthvað fólk sem áttu erindi við þig og stelur af þér öllum tímanum sem þú þurftir til þess að setja þetta af stað. Þannig að tíminn er alveg gríðarlega dýrmætur og hann er fljótur að hverfa. Og svo þarf þetta bara allt stjórnkerfið að skilja að það er komið nýtt fólk sem ætlar að stjórna og það þarf að tryggja að stjórnkerfið, það er ekki rétt að segja hlýði, en átti sig á því sko. Að það er þarna til vegna þess að það er í vinnu hjá fólkinu sem að býr í þessu landi og það er búið að kjósa og það þarf að haga sér samkvæmt því. Það er tregðulögmál í kerfinu sem að við öll sem hefum setið í ríkisstjórn finnum fyrir. Þannig að gangið bara vel í þínum. Takk fyrir það, Bjarni. Þetta var bara frábær ráð. Þú kannski færð bara einkatíma hjá Bjarna. Já. Það liggur fyrir mér að verða markþjálfi. Já. Það er gott að hafa valkosti í lífinu, en þetta er í alvöru tala, þetta eru bara mjög góð ráð og þetta er held ég eitthvað sem maður átt að segja á tiltölulega snemma, bæði yfir höfuð í pólitík, en líka leið og lappar þarna inn í stjórnarráðið. Það er mjög auðvelt fyrir fólk að senda mann einn skilaboð, átt að segja á öll hinn 40 sem að koma með sama klukkutíman, sko. Einmitt. Nú styttist í áramótapartíin. Það styttist í partíin. Og hérna hafa Jói og Kitty séð allar veigar og þau kunna þetta betur en flestir. Ég veit ekki hvort að ég að mæla með þessu heima, en þau kunna á kampavíni betur en flestir. Ég ætla að gefa boltan yfir á Jóa. Og nú ætlar hann að hella í glösin hjá okkur svo við getum skálað fyrir árinu. Já, algjörlega. En talandi um áramótapartí. Ég held að Bjarni hafi gaman þessu, af því að við erum með eina könnun. Við ætlum að vera alls konar grafík og kannanir hérna, en ég veit að þú fílar ekkert kannanir, Bjarni. Já, fyrir eftir hvað er í þeim. Ég veit það. En þú hefur gaman þessari, af því að við spurðum, Maskína spurði öllu heldur fyrir okkur eins og svo oft áður. Inga, ég veit þú fílar ekkert alltaf Maskínu, en hún spurði samt sem áður. Ég elska Maskínu, hún hefur alltaf þetta ránt fyrir sér. Hver heldur skemmtilegasta áramótapartíð? Og þá erum við að tala hvaða stjórnmálaflokkur. Og ég held við getum fengið niðurstöðunar á skjáina, ég vona það. Já. Þær eru komnar upp, en við sjáum þær ekki. Við verðum bara að lesa fyrir okkur, Tumi. Nei, þetta er hérna, þarna er það komið. Já. Þarna er Sjálfstæðisflokkurinn. Þarna eru þið yfir 20%. Við erum með þetta. Get ég fengið að sjá hver eru yfir 20? Það eru tveir flokkar yfir 20 nefnilega. Og það er Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn. Svo eru 3 Við getum þarna. alveg átt þetta. Já. Til hamingju. Já, þetta er bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Ég sé að Maskína vanmetur partí framsóknar eins og oft áður. Ég held að Maskína viti ekki hvernig partí þú getur haldið í sveitinni. Alveg klárlega. Eru þau ekki svolítið brjáluð? Það verður að spyrja gestina. Það man ekki eftir þessu partíu. Allt klika. Þú þarft að bjóða fleirum í partí og sýna þeim, Siggi, á nýju ári. Jæja, þetta eru partíin hjá stjórnmálaflokkunum, að vera stuð í Garðabænum. Allir þangað, nei. Það verður stuð. Já, bara, það þýðir bara. Allir þangað. En... Eru dúfnahála 10 í Garðabænum? Allir þangað. Áramótapartíin býð okkar allra, fólki ykkar býður ykkur örugglega heima. Það verður vonandi jafn gaman hjá öllum í kvöld og sjálfstæðismönnum. Við þökkum öllum fyrir komuna hér í dag, gestunum, ykkur hér sem við borðið sitið. Það var rosalega gaman að fá okkur, það var mikið stuð í ykkur. Megi ykkur öllum farnast vel á nýju ári, í nýjum hlutverkum. Við fjölmiðlar, við bíðum spennt eftir að fylgjast með þessu. Ég held að verði stuð líka hjá okkur. Við þurfum að skrifa fleiri fréttir, Bjarna og fleiri. Fleiri fréttir, en nú ætlum við að skála fyrir gamla árinu. Byrju nú við, já, jú, skálum hér bara. Og bara vertu velkomið, 2025. 1, 2 og skál! Skál! Það er þannig. Vá! Einungis örfáar klukkustundir eftir af árinu 2024, en framundan er vonandi tími tækifæra og nýrra markmiða. Fréttastofa Stöðvar 2 Bylgjunnar og Vísis þakkar gestur sínum og ykkur sem heima sitjið. Samfylgdina í dag og alla aðra daga. Hafið það notalegt og skemmtilegt með ykkar allra besta fólki í kvöld og við sendum góðar óskir inn í nýtt ár. Kveðjulagið er að sjálfsögðu Gamlarspartí. Verið sæl.
komdu með og ekkert bær. Reiði vínur, færar meyjar, renni fyrir sænskir peyjar. Kókaplötur, öl og ílur, konfetti og lendaskýlur. Komdu með mér í gamlárspartí, gamlárspartí, gamlárspartí. Ég splæs í taxa ef þú finnur hús. Komdu með mér í gamlárspartí, gamlárspartí, gamlárspartí. Ég redda skvísun ef þú skaffar hús. Þú kemur með, það verður æði, ólund og reynd mæta bæði með, kannski ekki örugglega við. Já, skellið er með, það verða allir þarna, rokklingandi, röggi, bjarnar, Stephen Hawking á að stíga á svið. Komdu með mér í gamlárspartí, 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 þó þér séð að þvert geð. Komdu með mér í gamlárspartí, 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 og taktu litlu systur þínar með.